Takk fyrir þetta, Lárus. Við getum örugglega öll verið sammála þessu. Fleiri sem vilja kveðja sér ljós? Þá les ég upp þessa tillögu til afgreiðslu. Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar lýsir vonbrigðum sínum með þá fækkun sem orðið hefur á stöðugjöldum ríkisstarfa í Stykkishólmi á síðustu árum sem annaðhvort hafa verið lögð niður, flutt annað með ákvörðun forstöðumanna eða stjórnenda stofnana eða fyrirtækja á vegum ríkisins eða með því að fjárveitingar hafa verið skornar niður. Forstöðumann hafa oft verið tilneyddir til þess að segja upp starfsmönnum sem unnið hafa trúmennsku við að sinna mikilvægum verkefnum. Afleiðingar þess eru oftast þær að viðkomandi einstaklingar sem missa vinnuna flytjast í burtu. Þá hefur starfsmönnum ríkisstofnana í einhverjum tilvikum verið heimilt að flytja störf með sér þegar flutt eru upp bæjarfélaginu. Sem dæmi þessi störf má nefna RARIK, Samgöngustofu, Háskóla Íslands, Matvælastofnun, Heilbrigðisstofnun Vesturlands í Stykkishólmi og hjá lögreglu og eða sýslumanni, en hlutfallslega fækka stöðugjöldum ríkisins mest hjá Heilbrigðisstofnun Vesturlands í Stykkishólmi eða 54% af þeim stöðugjöldum sem fækkað hefur í Stykkishólmi síðustu 7 árum. Er þessi þróun í andstöðu við byggðastefnu núverandi ríkisstjórnar þar sem lögð er áhersla á blómlega byggð allt land sem stuðla eigi að fjölbreyttari atvinnutækifærum fyrir þá sem þar búa og styrkja uppbyggingu tiltekinna atvinnugreina í einstökum byggðarlögum. Vill bæjarstjórn hvetja til þess að horft þjónusta ríkisins sé með þeim hætti að hægt sé að veita íbúum allra landshluta góða þjónustu og opinberar stofnanir og fyrirtæki í opinberri eigu hafi þann mannauð sem til þarf. Jafnframt er afar mikilvægt að ríkið dreifi starfsemi sinni landið og treysti með þeim hætti atvinnulífi allt land. Með því móti er stuðlað að fjölbreyttara atvinnulífi sem og atvinnumöguleikum kvenna og ungs og menntaðs fólks. Í ljósi framangreindar þróunar vill bæjarstjórnin í Stykkishólmi hvetja alþingismenn Norðvesturkjördæmis og ráðherra sem og forstöðumenn stofnana ríkisins og stjórnir ríkisfyrirtækja til þess að kynna sér þessa stöðu og vinna fullum fetum að því að snúa við þessari þróun sem öll miðar að því að fækka störfum og flytja á höfuðborgarsvæðið. Er að ræða óásættanlega þróun. Bæjarstjórn hvetur þingmenn til þess að koma til fundar í Stykkishólmi og kynna sér þessar aðstæður og beita sér fyrir aðgerðum í þá og viðkomandi stofnana og starfsmanna þeirra en leið samfélagsins hér í Stykkishólmi. Hver eru samþykkir þessari ályktun? Og það er samþykkt samhliða. Þá koma lið 12, áskorun Reykjavíkurborgar, lagt fram erindi byggðarráðs sveitarfélagsins Skagafjarðar, dagsettur 27. nóvember 2020 áskorun á Reykjavíkurborg, en byggðarráð skorar á önnur sveitarfélög landsins að taka undir bókunina og gera sinni. Bókun byggðarráðs Skagafjarðar var staðfest á fundi sveitarstjórnar Skagafjarðar 27. nóvember 2020 með 9 atkvæðum og samþykkt að gera bókun byggðarráðs bókun sveitarstjórnar. Það er hérna tillaga afgreiðslu en orðið er laust. Enginn kveður sér ljós. Ég lesi upp þessa tillögu afgreiðslu. Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar tekur undir með sveitarstjórn sveitarfélagsins Skagafjarðar sem harmar þá aðstöðu sem upp er komin í málefnum jöfnunarsjóðs sveitarfélaga. Reykjavíkurborg virðist ætla að halda til streitu kröfu og hendur jöfnunarsjóði upp á 8,7 milljarða króna fyrir meint vangöldin framlög úr sjóðnum. Þessar kröfu hefur þegar verið hafnað af hálfu ríkisins. Ljóst er hins vegar að muni krafan áfram að ganga, þá er það sveitarfélög í landinu í gegnum jöfnunarsjóð sem að endanum munu greiða kröfunni í formi skertra framlaga til þeirra eins og fyrir kröfur sem lent á sjóðnum. Með því er ljóst að fjárhagsleg framtíð sveitarfélaga í landinu er í uppnámi sem á framtíð þessu jöfnunarkerfi sem hingað til hefur verið sátt á meðal sveitarfélaga landsins. Mörg sveitarfélög treysta miklu leyti á framlög jöfnunarsjóðs til að sinna þeim fjölmörgu verkefnum sem þeim eru falin og því ljóst að skerðing á framlögum til þeirra í gegnum jöfnunarkerfi mun gera mörgum sveitarfélögum ókleift að sinna þessum verkefnum. Það mun leiða til þess að þjónusta við íbúana muni skerðast verulega frá því sem nú er. Flest sveitarfélög landsins takast nú á við mjög erfiða fjárhagsstöðu á árinu 2020 og jafnframt flestum þeirra mikil áskorun ná endur saman við gerð fjárhagsáætlunar fyrir árið 2021. Nái krafa höfuðborgar Íslands sem byggð hefur upp á hálfu ríkisins og skattborgara landsins
alls sem miðstöð stjórnsýslu, menningar, íþrótta og lista fram að ganga, ljóst að rekstur sveitarfélaga landsins í uppnámi komandi framtíð. Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar skorar Reykjavíkurborg að draga kröfu síðan tilbaka og leita annarra leiða gagnvart ríkisvaldinu til að ná fram þeirri leiðréttingu sem borgin telur sig eiga rétt á en í gegnum jöfnunarsjóð sveitarfélaga og þar með gagnvart sveitarfélögum í landinu með ófyrirsíðum afleiðingum fyrir sveitarfélögum íbúa. Hver eru samþykkið þessari ályktun? Og það samþykkt samhliða. Liður 13. Rafíþróttir. Á 80. fundi æskulýðs- og íþróttanefndar voru rafíþróttir til umræðu og vakti tómstunda og æskulýðsfulltrúi athygli á þeim möguleikum sem fyrir hendi eru í Stykkishólmi þeim tengdum. Æskulýðs- og íþróttanefnd tók vel í að farið verði í uppbyggingu aðstöðu fyrir rafíþróttir og að skoðaðar verði möguleiki á samnýta aðstöðu og búnað með grunnskóla, ungmennafélaginu Snæfelli og félagsmiðstöð. Æskulýðs- og íþróttanefnd lagði einnig til að æskulýðs- og tómstundafulltrúi ræði við forstöðumann íþróttamiðstöðvarinnar, skólastjóra og formann Snæfells laus rými og samnýtingu til framtíðar. Einnig að hann kanni kostnað. Nefndin telur verkefni mjög mikilvægt og þarft og hvetur bæjarstjórn til að gera ráð fyrir fjármagni til uppbyggingar í aðstöðu fyrir rafíþróttir í næstu fjárhagsáætlun. Bæjar- og samþykkti tillögu æskulýðs- og íþróttanefndar á 622. fundi sínum. Bæjar- og samþykkti að setta verði 500.000 krónur á framkvæmdaáætlun Stykkishólmsbæjar fyrir 2021 vegna verkefnisins og orðið laust. Lárus Gerðarsson. Forseti, ég fagna þessari umræðu rafíþróttir. Þetta búið að vera í umræðunni á meðal annars ISÍ-þingum á undanförnum árum og þar hefur verið svona ekki fengist viðurkenning á þessu sem íþrótt og þetta heitir núna rafíþróttir, þannig að þetta er einhvers konar íþróttir og við getum talað alls konar. Bærinn á ekki að vera mitt í fanginu en við vissulega að styðja þetta eins og annað. Þannig að ég fagna þessu og er spenntur að sjá hvernig þetta fer. Ég vildi bara aðeins koma upp og benda á þetta. Þennan farveg þarf þetta að fara. Takk. Takk fyrir þetta, Lárus. Fleiri sem vilja hvað þessu ljós? Gunnlaugur Gerðarsson. Já, forseti, ég vildi
Takk fyrir þetta, Gunnlaugur. Fleiri sem vilja kveða þér ljós? Ef svo ekki, þá legg ég þetta fram til samþykktar að bæjarstjórn staðfestir ákvörðun bæjarráðs. Hver eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 14, sæmdarreitur 2 og 4. Bæjarstjóri leggur til að lóðina sæmdarreitur 2 og 4 verði auglýstar lausar til úthlutunar í samræmi við reglur Stykkishólmsbæjar úthlutun á lóðum fyrir íbúðar og atvinnuhúsnæði og umsóknarfrestur verði til 15. febrúar 2020. Bæjarráð samþykkti á 622. fundi sínum tillögu bæjarstjóra og lagði til við bæjarstjórn að samþykkja tillöguna. Orðið er laust. Engin kveður sér ljós. Bæjarstjórn samþykkir tillögu bæjarstjóra. Hver er samþykkið því? Lárus. Ég sé þig ekki nema þetta fyrir ekki. Takk fyrir það. Liður 15, tillögu stafræns ráðs til sveitarfélaga. Lagður er hér fram tillögu stafræns ráðs til sveitarfélaga ásamt kynningu á verkefninu. Bæjarráð samþykkti á 622. fundi sínum að taka þátt í verkefninu í samræmi við framlögð gögn og vísar afgreiðslu sinni til staðfestingar í bæjarstjórn. Orðið er laust. Engin kveður sér ljós. Bæjarstjórn staðfestir ákvörðun bæjarráðs. Hver er samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 16, húsnæðismál grunnskólans í Stykkishólmi. Lögðu hér fram afgreiðsla skóla- og fræðslunefndar vegna húsnæðismála grunnskólans, greinargerð skólastjóra og áskorun frá kennurum skólans. Einnig er lagt fram minnisblað á tillögu bæjarstjóra ásamt minnisblöðum og svari forstöðumanns Amtsbókasafns vegna tillögu um nýtingu á ljósmyndasafni safnsins. Bæjarráð samþykkti á 619. fundi sínum að vísa minnisblaði og tillögu bæjarstjóra til umsagnar í skóla- og fræðslunefnd og safna- og menningarmálanefnd. Safna- og menningarmálanefnd fagnaði því á 111. fundi sínum hversu vel salurinn í Amtsbókasafni hefur verið nýttur eins og fram kemur í minnisblaði forstöðumanns Amtsbókasafnsins. Nefndin kvaðst hafa skilning á því að leysa þurfi húsnæðisvanda en lýsti jafnframt yfir áhyggjum af því að bráðabirgðalausnir standi oft til lengri tíma og ítrekaði hér sem tímabundna bráðabirgðalausn að ræða. Ennfremur hvatti nefndin til skipulagsbreytingu á efri hæð grunnskólans svo nýta megi húsnæði skólans betur. Bæjarráð samþykkir tillögu bæjarstjóra að teknu tilliti til bókunar safna- og menningarmálanefndar og með hliðsjón af ábendingum skóla- og fræðslunefndar. Jafnframt felur bæjarstjóra að kynna máli fyrir skóla- og fræðslunefnd. Bæjarráð vísar afgreiðslu sinni til staðfestingar í bæjarstjórn. Það liggur fyrir tillögu að fundinum en orðið er laust. Lárus Gerðarsson. Forseti, húsnæðismál grunnskólans hafa nú verið lengi til umræðu og það er ekkert með langt síðan að 4 bekkjardeildir voru hér upp á skólastíg. Nú eru allar bekkjardeildir komnar niður í grunnskólan og sem betur fer horfið þannig að það mun jafnvel fjölga hjá okkur og þetta er ansið þröngt. Þannig að ég fagna öllum þessum vangaveltum og ég er vissum að við finnum bestu lausnina. Við eigum eitthvað húsnæði til en auðvitað þurfum við að horfa til framtíðar. Hanga lengur heldur en við kannski endilega viljum. Þannig að starfsmenn grunnskólans komu meðal annars með tillögum sem hefur nú komið áður hérna fyrir bæjarstjórnum að það verði reistar lausar kennslustofur og það er eitthvað af því sem við hefum meðal annars að horfa í. En ég held að þetta sé góðum farvegi og áður en að haustar þá verði búið að leysa þetta. Við þurfum svona tvær kennslustofur. Þannig að það er allt upp á borðum og ég er alveg klár á því að það verða góða lausnir fundnar í þessu. Takk. Takk fyrir þetta, Lárus Már. Fleiri sem vilja koma sér ljós til þessum lið. Bæjarstjórn staðfestir ákvörðun bæjarráðs með fyrirvara að húsnæði muni nýtast skólanum. Hver eru samþykkið þessu?
og það er samþykkt samhljóða. Liður 17. Sögu- og menningararfur í Stykkishólmsbæ eða menningartengd ferðaþjónusta. Lögð hér fram til staðfestingar viljayfirlýsing Stykkishólmsbæjar samstarf og aðstoð við Minjastofnun í tengslum við uppbyggingu og innviða á Búðanesi og Hjallatanga ásamt greinargerð. Bæjarráð samþykkti á síðasta fundi viljayfirlýsinguna fyrir sitt leyti. Bæjarráð lagði jafnframt til við bæjarstjórn að samþykkja viljayfirlýsingu Stykkishólmsbæjar samstarf og aðstoð við Minjastofnun í tengslum við uppbyggingu innviða á Búðanesi og Hjallatanga vegna verkefnisins. Söguleið Búðanes og Hjallatanga þar sem saga Stykkishólms hófst. Orðið er laust. Lárus Gerðsson. Forseti, þetta er spennandi verkefni og gott að við séum komin bara í lið með þessum aðilum sem að þurfa að fjalla þetta svæði. Þetta er klárlega eitthvað á okkar sóknarfærum þarna. Þetta er skemmtilegt svæði með mikla sögu. Það sem að mig langar aðeins að koma hérna í umræðina og við þurfum að velta fyrir okkur. Það er ekkert langt sem við fengum hérna góðar konur sem eru með áhuga á sjósundi og sem sístækkandi áhugamál víða land og bara sóknarfæri sem liggja í því. Þar var meðal annars rætt þetta svæði þarna, eða hluta á svæði. Og ég bara hvet okkur aðeins til þess að hafa opinn huga hvað varðar. Kannski getum við í þessari vinnu spyrt þetta saman og gert þarna eitthvað mjög skemmtilegt sem er lokkandi og laðandi og eykur lífsgæði margra íbúa hérna. Þannig að við höfum þetta bak við eyrað að mögulega geti þetta tvinnast saman þessu uppbygging sem ræðir og þá aðstaða fyrir sjósundsfólk. Takk. Takk fyrir það, Lárus Áspar. Orðið er laust. Jakob Gerðsson. Forseti, ég vil byrja á því að taka undir með bæjarfulltrúa Lárusi Ásmari Hannesinni þessar jákvæðu undirtektir sem hann hefur í málinu. Þetta mál er búin að eiga sér langan aðdraganda, hófst í rauninni á fundi umhverfisnefndar fyrir næri 2 árum og hefur síðan hlotið umfjöllun í safn- og menningarmálanefnd í einhver skipti og þá í bæjarráði. Þannig að víðtækt samráð hefur átt sér stað og samstaða ríkt þetta mál og það er mikil tækifæri sem liggja í þessu svæði til útivistar í jaðri Stykkishólmsbæjar. Svæðið er í göngufæri fyrir íbúa og gesti bæjarins og hentar vel til útivistar. Svæðið er ríkt af minningamennjum auk þess sem að þar er mikil náttúrufegurð og það sem er meginþungin í þessu svæði og þessari tillögu og þessu verkefni er að í Búðanesi hófst verslunarsaga Stykkishólms og þær eru minjar tengdar verslun á svæðinu og þar á meðal eru friðlýstar búðartóftir í Búðanesi frá upphafi verslunar í Stykkishólmi. Og hvað varðar umræðina sjósund og aðstöðu fyrir sjósund og þá held ég að það sé ekkert loka fyrir það skotið að það veri tekið með í þessari umræðu og í þessu verkefni þrátt fyrir að það sé ekki beinlínis sagt í þessum tillögum hér en það krefst að sjálfsögðu samþykki minjaverndar að því að svæði er friðlýst. Það er 100 metra radíus í kringum búðartóftina sem eru friðlýstar. Það má ekki treyfa við því svæði nema með samþykki minjaverndar. Þannig að þessi hugmynd krefst þá samþykki þeirra í þessari vinnu og það er svo sem bara opið og ég held að það sé bara til bóta að finna einhver svæði hér við Stykkishólm til þess að styðja við þetta íþróttastarf sem hefur notið mikilla vinsælla hér í Stykkishólmi. En þetta verkefni hér er þá hugsað þannig og skipt í 3 áfanga.
Það er fyrsta lagi hönnun svæðisins, skiltagerð og lagning og framgang göngustíga og hugmyndin er hér að sækja styrk í þetta verkefni að minjastofnun sé þá styrk umsækjandi og samstarfsyfirlýsingin sem hér er til afgreiðslu er þá staðfesting á vilja Stykkishólmsbæjar til þess að taka þátt í þessu verkefni með minjastofnun. Og síðan í öðrum og þriðja áfanga þá verður farið í lagningu göngustíga og minjastofnun eru þá með forræði yfir því í samráði við okkur heimamenn hvaða saga verður sögð af þessu svæði. Á að tala hansakaupmenn sem eru þá í búið á Tóftunum sem eru við Hjallantangan eða er við að setja upp koma fram með einhverja aðra sögu sem að minjastofnun telur eigi betur heima. En ég held að þetta sé mjög spennandi verkefni og ég bind mikla vonir við það að þetta verkefni hljóti áheyrn landsáætlunar sem hefur meðal annars áherslu í sínum styrkveitingum á menningarminjar. Ég held að það sé ekkert verkefni á Vesturlandi sem er á landsáætlun núna fyrir Vesturland og þannig að hvort sem það kemur á landsáætlun næsta ári eða þarnæsta ári þá held ég sem miklu líkur að því að komi einhvern tímann inn á borð landsáætlunar og verði þá styrkhæft og þannig að innan einhverjar segjum 3 til 6 ára verði hugsanlega þetta verkefni að veruleika. Þannig að ég fagna bara þeim undantekningum sem þetta verkefni við fengið. Þetta eru mikilvægar menningarminjar sem við höfum náttúrulega skrásett vel hér Stykkishólmi. Þetta er skrásett í sögu Stykkishólmsbæjar og fleiri ritum sem við búum að, þannig við búum á góðum grunni. En það er engin betur til þess fallin að segja þessa sögu heldur einmitt Minjastofnun Íslands. Og ég lýsi mikil ánægju með að verkefni sem kom í þennan farveg og er mjög ánægður með þær undantektir sem bæjarstjórn hefur við þetta verkefni. Takk fyrir það, Jakob. Við erum öll saman að þetta er spennandi verkefni, það verður skemmtilegt. Fleiri sem vilja kveðja sér hljóðs? Ef svo er ekki, bæjarstjórn samþykkir viljayfirlýsingu Stykkishólmsbæjar. Hver eru samþykkið því? Og það er samþykkt. Liður 18, umsókn rekstrarleyfi fyrir Narfarastofu aðalgötu 3. Lagt hefur fram erindi frá sýslumönnum á Vesturlandi þar sem óskað er eftir umsókn Stykkishólmsbæjar vegna umsóknar SS Veitinga EHF, kennitala 6706013660, rekstrarleyfi veitingastaða í flokki 4 veitingahús sem rekið er sem Narfarastofa aðalgötu 3 Stykkishólmi. Umsækjandi er með eldra rekstrarleyfi LG Reg 009496 vegna rekstrarins sem gilti til 15.1.2020. Bæjarráð hefur ekki athugasemdir við veitingu rekstrarleyfis SS Veitinga EHF vegna rekstur veitingastaðarins Narfarastofu. Bæjarráð vísar afgreiðslu sinni til staðfestingar í bæjarstjórn orðið laust. Engin kveðja sér hljóðs. Bæjarstjórn staðfestir ákvörðun bæjarráðs. Hver eru samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Liður 19, gjaldskrár Stykkishólmsbæjar 2020, síðari umræða. Fyrir bæjarstjórn eru lagðar fram til síðari umræðu gjaldskrár Stykkishólmsbæjar 2021 en gjaldskrár hafa verið til umfjöllunar í fastanefndum bæjarins undanfarnar vikur. Bæjarráð samþykkti á síðasta fundi sínum gjaldskrár Stykkishólmsbæjar fyrir árið 2021 og vísaði þeim til síðari umræðu í bæjarstjórn. Jakob Björgvin hefur beðið orðið. Gjörðu svo vel. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Í fyrirliggjandi forsendu fjárhagsáætlunar er gert ráð fyrir að gjaldskrár hækki almennt 3% á milli ára í samræmi við forsendu fjárhagsáætlunar sem samþykkt var 1. október síðastliðinn. Helstu breytingar á álagningu íbúa eru þær að álagningarstuðull fasteignaskatta og íbúðarhúsnæði hækkar hjá Stykkishólmsbæ á árinu úr árinu 2021 úr 0,41% í 0,43%. En á móti mun álagningarprósenta lóðarleigu íbúðarhúsnæðis vera óbreytt og álagningarprósenta holræsa gjalds húseigna í A-flokki vera óbreytt. Þannig er komið móts við íbúa til þess að tryggja að heildar fasteignagjöld hækki ekki milli ára
Þá mun einnig álagningarprósenta holræsagjalds atvinnuhúsnæðis vera óbreytt frá árinu 2020 til að koma móts við þarfir atvinnulífsins. Álagningarhlutfall útsvars verður óbreytt. Eftirfarandi eru helstu tölur varðandi álagningu íbúa og fyrirtækja. Gert ráð fyrir því að álagningarhlutfall útsvars verði óbreytt 14,52%. Fasteignaskattsprósenta eftirfarandi. A-flokkur, það að segja íbúðarhúsnæði, verði 0,43%, B-flokkur verði 1,32% og C-flokkur, það atvinnuhúsnæði, verði 1,57%. Miðað við að álagning fasteignaskatts verði sambærileg á árinu 2020 vegna lækkunar á fasteignamati. Lóðarleiguprósenta verði eftirfarandi. Lóðarleigu á íbúðarhúsnæði verði 1,04%, lóðarleigu á atvinnuhúsnæði verði 2,15% og 6% á ræktunarlandi. Holræsagjald íbúðarhúsnæði verði 0,18% og holræsagjald atvinnuhúsnæðis 0,21% sem óbreytt á milli ára. Sorpbyrðu eða sorpeyðingargjöld per íbúð hækkar úr 51.600 í 53.200, það að segja 1.600 krónur. Holræsa og fráveitugjald, að öðru leyti vísað til fyrirliggjandi gjaldskrár. Takk fyrir þetta, Jakob. Orðið er laust. Engin kveðsir hljós. Hér er borin fram tillaga að útsvar verði 14,52% á árinu 2021. Hver samþykki því? Það samþykkt samhliða. Næst vil ég bera upp eftirfarandi tillögu fasteignaskatta, lóðarleigu, holræsagjald og sorphirðugjöld. Fasteignaskattur A-flokkur 0,43%, fasteignaskattur B-flokkur 1,32%, fasteignaskattur C-flokkur 1,57%, lóðarleiga íbúðarhúsnæði 1,04%, lóðarleiga atvinnuhúsnæði 2,15%, lóðarleiga ræktunarland 6%, holræsagjald íbúðarhúsnæði 0,18%, holræsagjald atvinnuhúsnæði 0,21%, sorphirðu og eða sorpeyðingargjöld per íbúð 53.200 krónur. Gjalddagar fasteignagjalda verði 9 frá 1. febrúar til og með 1. október. Bæjarstjórn samþykkir tillögu fasteignagjöld og aðrar álögur. Hver hefur samþykkið því? Og það er samþykkt samhliða. Þá var borin upp tillaga að afslætti vegna fasteignaskatts á íbúðarhúsum húsnæði í samræmi við fyrirliggjandi gögn sem að felur í sér að elli- og örorkulífeyrisþegar fá lækkun á fasteignaskatti miðað við tekjur og skattframtali. Afslátturinn fer eftir tekjuhæð og gildir vegna eigin húsnæði sem viðkomandi býr í. Bæjarstjórn samþykkir tillögu afslátt vegna afsláttar á fasteignaskatti. Hver samþykkir því? Það er samþykkt samhliða. Þá er borin upp til samþykktar gjaldskrá Stykkishólmshafnar fyrir árið 2021. Borin hér upp til atkvæða. Bæjarstjórn samþykkir gjaldskrá Stykkishólmsbæjar fyrir árið 2021. Hver samþykkir því? Og það er samþykkt samhliða. Þá borin upp til samþykktar gjaldskrá fyrir slátt árið 2021. Bæjarstjórn samþykkir gjaldskrá fyrir slátt árið 2021. Hver samþykkir því? Og það er samþykkt samhliða. Þá borin upp til samþykktar gjaldskrá fyrir slökkvilið fyrir árið 2021. Hver samþykkir henni? Og það er samþykkt samhliða. Þá borin upp gjaldskrá fyrir fráveitu fyrir árið 2021. Borin hér upp til atkvæða. Hver samþykkir því? Og það er samþykkt samhliða. Og það er borin upp til samþykktar gjaldskrá fyrir hunda- og kattahald fyrir árið 2021. Borin hér upp til atkvæða. Hver samþykkir því? Og það er samþykkt samhliða. Það er borin upp til samþykktar gjaldskrá fyrir sorphirðu fyrir árið 2021. Borin hér upp til atkvæða. Hver samþykkir? Og það er samþykkt samhliða. Og það er borin hér upp til samþykktar að lokum aðrar fyrirliggjandi gjaldskrár Stykkishólmsbæjar fyrir árið 2021. Það borin hér upp til atkvæða. Hver samþykkir? Og það er samþykkt samhliða.
Þá komum við að leið 20, fjárhagsáætlun 2021 og 3 ára fjárhagsáætlun 2022 til 2024, síðari umræða. Fyrir bæjarstjórn lögð fram til síðari umræðu fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar 2021 ásamt 3 ára fjárhagsáætlun 2022 til 2024. Bæjar á samþykkt á síðasta fundi sinni fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar 2021 ásamt 3 ára fjárhagsáætlun 2022 til 2024 og vísaði henni til síðari umræðu í bæjarstjórn. Bæjarstjóri hefur beðið um orðið. Gjörðu svo vel, Jakob. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Fjárhagsáætlun fyrir árið 2021 er lögð hér fram til síðari umræðu í samræmi við lög og reglur bókhald, fjárhagsáætlanir, ársreikninga sveitarfélaga og fjármálareglur sveitarstjórnarlaga og miðað við hefð hér hjá Stykkishólmsbæ. Bæjarfulltrúar þekkja það vinnulag sem haft er við fjárhagsáætlun og hefur vinnulagið verið eftir þeim ramma sem bæjarráð og bæjarstjórn hefur sett sér. Forsendur fjárhagsáætlunar voru samþykktar samhljóða í bæjarstjórn 1. október í samræmi við tillögu bæjarráðs. Í framhaldinu fundaði bæjarráð með forstöðumönnum Stykkishólmsbæjar og lagði grunn að fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar 2021 og 3 ára áætlun 2022 til 2024 sem tekin var fyrir í fyrri umræðu í lok október. Hefur áætlunin ásamt gjaldskrám hlotið umfjöllun í fastanefndum bæjarins á milli umræðuna og fengið ítarlega umfjöllun í bæjarráði og tekið breytingum á milli umræðuna. Fjárhagsáætlunin var unnin í mikilli og góðri samvinnu allra bæjarfulltrúa og hana hefur myndast þverpólitísk samstaða. Ég vil nota þetta tækifæri til þess að þakka bæjarfulltrúum fyrir gott samstarf á sama tíma og ég vil einnig þakka þeim fjölmörgu starfsmönnum sveitarfélagsins sem lögðu sín lóð á vogarskálarnar í þessari vinnu. Fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar 2021 og 3 ára áætlun 2022 til 2024 tekur mið af þeim fordæmalausu aðstæðum sem eru uppi í samfélaginu vegna COVID-19 heimsfaraldursins. Ljóst er að útsvarstekjur og tekjur úr jöfnunarsjóði hafa dregist saman á árinu 2020 vegna COVID-19 heimsfaraldursins frá því sem áætlun ársins gerði ráð fyrir ásamt hluta af þeim þjónustutekjum sveitarfélagsins. Áfram má búast við tekjuskerðingu á árinu 2021 frá því sem fyrri áætlanir gerðu ráð fyrir, meðal annars vegna skertra framlaga úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga og ýmissa annarra tekna. Mun áhrif faraldursins því gæta eitthvað áfram inn í framtíðina, en í fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar er tekið mið af þessari stöðu og því gert ráð fyrir varfærinni tekjuáætlun varfærinni nálgun í tekjuáætlun bæjarins á árinu 2021 og árinu 2022 til 2024, bæði varðandi skatttekjur og þjónustutekjur og þá er útgjaldaáætlun sveitarfélagsins raunsæ. Verkefni bæjarstjórnar á næstunni verður að vinna því að nýta það svigrúm sem til staðar er sem best til að minnka sem mest þann langvinna skaða sem hefur skapast af þessum óvæntu og skyndilegu aðstæðum sem COVID-19 heimsfaraldurinn hefur haft fyrir efnahagslíf og búskap hins opinbera. Eins og fram kemur í sameiginlegri bók bæjarstjórnar við fjárhagsáætlun, þá mun bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar hefur hún ákveðið að mæta þeirri stöðu sem myndast hefur á vinnumarkaði með því að horfa til annars frekar framkvæmda við val á fjárfestingum og í því sambandi má nefna uppbyggingu nýrra hjúkrunarrýma og síðan stækkun leikskólans í Stykkishólmi sem eru báðar þessar fjárfestingar
innviða fjárfestingar sem eru mjög verðmætar fyrir samfélagið í heild sinni. Í grunninn má segja að í fyrirliggjandi fjárhagsáætlun sé verið að vinda ofan af þeim neikvæðu áhrifum sem að 2020 hafði í för með sér og það sé gert á næstu árum þannig við séum á svipuðum stað rekstrarlega árið 2024 og við vorum árið 2019 svo sést ágætlega á þessari yfirlitsmynd. Miðað við áætlunina þá erum við að reyna að tryggja að skuldavinnu og skuldahlutfall sé að lækka á tímabilinu. Verið sé að búa jafnt og þétt til framlegð til þess að taka ekki lán fyrir öllum fjárfestingum. Það er að segja fjárfestingum sem eru þá ekki að hækka skuldahlutfallið sem þýðir að skuldahlutfallið mun jafnt og þétt lækka. Þetta er það sem við viljum sjá í langtímaáætlun, vera að stefna í einhverja átt. Stefnan er skýr og við erum að stefna þangað. Ég vil í stuttu máli gera grein fyrir helstu lykiltölum Stykkishólmsbæjar samkvæmt fyrirliggjandi fjárhagsáætlun en áður vil ég nefna þetta. Eins og flestir þekkja skiptir rekstur sveitarfélagsins í A- og B-hluta. Og hér eru lykiltölur Stykkishólmsbæjar samandregnir A- og B-hlutar. A-hluti rekstrarins nefnist á hluti í starfsemi þess sem annast almenna þjónustu svo sem fræðslu og uppeldismál, félagsþjónustu, menningamál, hreinlætismál, umhverfismál, æskulýðs- og íþróttamál og byggingar- og skipulagsmál sem fjármögnuð eru með almennum skatttekjum. Samkvæmt málaflokka yfirliti eru þessi málefni undir aðalsjóði. Aðrir sjóðir í A-hluta eru eignasjóður og þjónustumiðstöð. B-hlutin samanstendur af ýmsum þjónustuliðum, meðal annars hafnarsjóði, fráveitu, dvalarheimili og svo framvegis. Þessir þjónustuliðir eiga það sameiginlegt að þeir eru fjármagnaðir að stærstum hluta af þjónustutekjum. Fjárhagsáætlun ársins 2021-2024 áranna 2021-2024 er unnin út frá forsendum og markmiðum sem bæjarstjórnin setti sér í september þá í bæjarráði og 1. október í bæjarstjórn og ef þeim með áorðnum breytingum verið fylgt við vinnu við fyrirliggjandi fjárhagsáætlun. Í fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar er gert ráð fyrir neikvæðri rekstrarniðurstöðu á næsta ári upp á 4,7 milljónir króna og áætlað veltufé frá rekstri aukist um 60 milljónir króna frá áætlun ársins 2020. Þó verði 55 milljónir króna minni en árin 2019. Hér er að ræða þessi tekjusamdráttur sem varð á árinu 2020 vegna COVID, það er að segja, hann er að spila þarna stórt hlutverk, eins og áður hefur komið fram. Þá vil ég nefna það hér einnig að í forsendum er gert ráð fyrir 2,7% verðbólgu yfir árið 2021, 2,6 árið 2022, 2,5 á árunum 2023 til 2024 og er það í samræmi við þjóðhagsspá sem gefin er út af Hagstofu Íslands og að meðalvextir lána verði 3,5% raunvextir á árunum 2021 til 2024. Eins og ég kom inn á hér áðan, þá gerði forsendur ráð fyrir að gjaldskrá Stykkishólmsbæjar myndu almennt hækka 3% á hverju ári. En í þeirri töflu sem liggur hér fyrir má sjá helstu lykiltölur í bæði A- og B-hluta. Varðandi rekstrartekjur þá er áætlað að tekjur lækki 1,1% árið 2020. Þá er það í heildartekjum en sjálfsögður útvarpstekjur lækka mun meira. Og í fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir að tekjur hækki rúmlega 4% en það er með öllum tekjum á meðan útvarpstekjurnar eru að hækka mun minna hlutfallheldur en þarna kemur fram. Og árið 2,4% árið 2020 en árið 2023-2024 er gert ráð fyrir 3% í tekjuvexti. Varðandi rekstrargjöldin er áætlað að gjöld aukist 7%, það er að segja án afskrifta á árinu 2020. Í fjárhagsáætlun er gert ráð fyrir að gjöld aukist 1% á árinu 2021, 1,3% árið 2022, á árunum 2023 til 2024 gert ráð fyrir
3,2% vexti útgjalda. Framlegð mun nema 250 milljón krónu árin 2019 og áætlað að framlegð lækki í 121 milljón krónu árin 2020 eins og kemur hér fram í töflunni. Áætlanir gera ráð fyrir að framlegð aukist á tímabilinu og nemi 224 milljón króna í árslok 2020. Það sem við viljum aðalega sjá í þessu að framlegð sem kemur fram hér í línu 3 í fjárhagsáætlun dugi fyrir afborgun skulda og skili afgangi og afborgun skulda má sjá hér í sjóðstreymi afborgun langtímalána. Það að segja að framlegð dugi fyrir afborgun skulda og skili afgangi. Við erum að sjá það gerast hér á árinu 2021, við sjáum að við erum ekki að ná því á árinu 2020 vegna þeirra forsenda sem ég fór yfir hér áðan og allir þekkja. En við erum að sjá að árinu 2021 erum við að ná þessari framlegð tilbaka frá því sem var árið 2020 og svo stigvaxandi. Þetta eru merki sjálfbæran rekstur og rekstur sveitarfélagsins sé sjálfbærð. Hann ekki sjálfbær á árinu 2020 en við stefnum að því að koma honum í það horf á næstu árum að hann verði sjálfbær og þar horfum við á framlegð og jafnvel einni veltufé fyrir rekstri. Skuldir gert ráð fyrir að skuldir og skuldbindingar lækki á tímabilinu og verði 2,7 milljarðar í árslok 2024 en eins og þið sjáu þá er hins vegar töluverð skuldaaukning á árinu 2020 eins og bæjarfulltrúar þekkja. Það verður lántaka á næsta ári upp 192 milljónir en síðan gerum við ráð fyrir því undir lok tímabilsins að þá séum við farin að greiða aftur niður skuldir. Þrátt við það hér á árinu 2023. Veltufé fyrir rekstri var 195 milljónir króna árinu 2019 og áætlað að veltufé fyrir rekstri lækki í 80 milljónir á árinu 2020. Áætlanir gera ráð fyrir að veltufé aukist jafnt og þétt á tímabilinu og nemi 182 milljónum í árslok 2024. Gert ráð fyrir það á tímabilinu 2022 til 2024 að framlegð verði 9% á tímabilinu. Skuldaviðmið var 112% árið 2019 eða 111,5% 2019 og áætlað að það hækki 124% á þessu ári og verði 124,9% á næsta ári. Gert ráð fyrir að skuldaviðmið taki þá að lækka og verði 116% árið 2024. Og við berum saman lykiltölur hér frá árinu 2019 til ársins samanborið við árið 2020, þá má segja, eins og ég nefndi áðan, að stefnt sé að því að ná rekstrinum minnstakosti á árinu 2020 sambærilegum og við vorum að sjá hann á árinu 2019. Og við getum horft þar á veltufé fyrir rekstri, við getum horft á skuldahlutfall, við getum horft á skuldaviðmið, við getum horft á framlegð. Það eru allt tölur sem eru sambærilegar, við erum náð því að tölunum verði sambærilegar 2024 frá því að var í fyrra á síðast ári, 2019. Markmið fjárhagsáætlunar eru eftirfarandi að tryggja jafnvægi í rekstri árið 2020 til 2022. Þetta markmið og þið sjáið á þessari glæru að markmiðin eru sérstaklega merkt í töflunni til hliðar með númerum. Að framlegða hlutfall verði sem næst 12% í árslok 2021, það er hér. Að veltufjárhlutfall nálgist 0,8 sem fyrst, það er hér. Handbært í árslok 2021 verði sem næst 90 til 100 milljónum og að skuldaviðmið samkvæmt sveitarstjórnarlögum verði í kringum 130. En eins og við sjáum hér skuldaviðmið þó nokkuð undir þeim markmiðum og sem bara vel.
Rekstrarjöfnur og skuldaviðmið. Samkvæmt 64. grein sveitarstjórnarlaga ber sveitarstjórnum að sjá til þess að rekstri, fjárfestingum og ráðstöfun eigna og skulda sé þannig háttað á hverjum tíma að sveitarfélagi muni til framtíðar geta sinnt skyldubundum verkefnum sínum og gert ráð fyrir því eðlilega í fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar. Samanlögð heildarútgjöld til rekstrar á B-hluta sé á hverju 3 ára tímabili ekki hærri en sem nemur samanlögðum reglulegum tekjum. Þetta er þá jafnvægisreglan. Hún er reyndar á þessum tímabili tekin úr sambandi, en við stefnum að sjálfsögðu að því að reyna eins og við getum að tryggja jafnvægi, að við náum jafnvægisreglunni á sem skemmstum tíma. Og þið sjáum það hér á þessari sviðsmynd hér til vinstri horninu. Skuldaviðmið, ef við förum yfir það eru sem við sáum á glærunni hér á undan. Heildarskuldur og skuldbindingar á B-hluta, það er að segja að þeir eiga ekki vera hærri en sem nemur 150% reglunum tekjum. Og eins og við sjáum á sviðsmyndinni hér að neðan, þá var skuldaviðmiðið 112 eða 111,5% árið 2019 og er að fara á þessu ári, við gerum ráð þegar á þessu ári fari skuldaviðmiðið upp í 124% og síðan náið þessu hámarki á næsta ári 124,9% og fari síðan stiðlækkandi og við séum vonandi að nálgast þá sviðsmynd sem að við vorum með árinu 2019 á árinu 2024. Og eins og ég fór ágætlega hérna yfir áðan, þá er áætlað að tekjulækki á árinu 2020 og gert ráð fyrir þá þessum hækkunum í tekjum á árinu 2021. Þá er það aðalega aðrar þjónustutekjur því að útsvarið er ekki að hækka um 4,5%. Og aftur rekstrargjöldin er að hækka hann um 7% á þessu ári og hér í þessu súluriti hér til vinstri þá sjáum við þróun tekna og gjalda á milli ára. Þetta er þá heildartekjur og síðan heildargjöld. Það er 7%, 1%, 1,3%, 3,2% og 3,2% og við förum þarna á næsta ári með, það er ákveðnar skýringar á þessari 4,5% meðan alls innri leigu hjá íþróttamiðstöðinni. Og síðan er það 2,4% 2022 og fer síðan þarna 2023 til 2024 svona í kringum 3%. Og á sviðsmyndinni hér til hægri má sjá framleiðina og við sjáum að framleiðin er þarna á árun 2019 14,5%. Þetta er þessar tölur sem ég fór yfir áðan í lykiltölum. 7,1% árun 2020 og síðan jafnt og þétt erum að vinna upp framleiðinni hjá okkur og við erum að vonast eftir því að reyna að ná framleiðinni árið 2024 sambærilegri minnstakosti að lágmarki og við vorum að ná árið 2019. En það er stefnan. Og gert er ráð fyrir að verði 11,5% framleið á tímabilinu að jafnaði. Hér í þessari sviðsmynd má sjá fjárfestingar. Samkvæmt tillögu fjárfestingar á næstu 4 árum er gert ráð fyrir að 490 milljónum sé varið til framkvæmda og fjárfestinga, en í fyrirliggjandi áætlun fjárfestingarlið vegna ársins 2021 verður lögð áhersla á innviði og bætta þjónustu við íbúa og þar ber hæst hlutdeild Stykkishólmsbæjar við fyrsta áfanga í breytingu á sjúkrahúsinu vegna flutninga hjúkrunarrýma sem mun halda áfram á næsta ári eða hjúkrunarheimili sem er okkar hluti kemur að fullu til framkvæmda á næsta ári og mun sennilega ljúka snemma árinu 2022. Nýju langtímalánum er að sjálfsögðu reynt að halda í lágmarki en við erum að bregðast í stöðuna eins og hún er uppi núna í dag á árinu 2020 með 310 milljón króna lántöku og meðal annars til að styðja við atvinnulíf. Ásamt því að árinu 2021 erum við að fara í arðbærar innviðafjárfestingar, þá eins og ég nefndi á leikskóli og hjúkrunarheimili sem bera það hæst og þar verður lántakan 195 milljónir áætlað og fjárfestingar áætlar 170.
En í framhaldinu mun 2022 og í áfram vera hóflega fjárfestingar miðað við það sem að 2020 og 2021 gerðu ráð fyrir. Nú í síðan sviðsmyndinni hér til hægri, eða í dálknum hér til hægri, sjáum þið samantekt á fjárfestingunum 2021 til 2024. Þarna sjáum við 12 milljónir til grunnskólans, leikskólinn, viðbyggingu leikskólinn þarna áætluð og fleiri verkefni, hjúkrunarheimili, ýmis gatnagerð, leikvellir, félags- og skólaþjónustan, síðan höfnum með 2 milljónir, annað eru 60 milljónir, sem eru margir samþangandi liðir og stærstu liðir í þessu 60 milljónum eru verkefni sem verða veruleika ef við fáum styrki, sem þá þessi styrki 29 milljónir. Það eru stærsti einstaki pósturinn þar inni í þeim fjárfestingum. Ef við horfum á afborganir langtímalána, þá sést hérna á myndinni hérna neðan, afborganir fyrir lána sem miðast við fjárhagsáætlun 2021 til 2024 og þarna sést að afborganir langtímalána fara lækkandi á tímabilinu. Nú ef við förum síðan í samspil milli framleiður og afborganna, áætlaðar afborganir langtímalána nema 627 milljónum samkvæmt fjárhagsáætlun 2021 til 2024. Áætlanir gera ráð fyrir að framlegð nemi samtals 870 milljónum á sama tíma. Mismunur þar á milli 213 milljónir. Og eftir því sem að stærri hluti framleiðar þarf að ráðstafa til greiðslu afborgana, því mun erfiðara að fjármagna fjárfestinga með öðru en lántöku. Slíkt eykur síðan á þrýsting á framlegð og sjálfbærni í fjármálum sem eru torsóttara markmið og þetta þá samspil með þess sem ég hóf hér umræðana yfirferðinni yfir þessu glæru á, það að tryggja framlegð frá rekstri. Afborganir lána 2020 nema 140% af framlegð ársins en lækkar í 86% árið 2021. Hlutfallið lækkar enn frekar út tímabil fjárhagsáætlunar og verður 66% gangi áætlanir eftir og þetta sést ágætlega í sviðsmyndinni hér niður í hægra horninu. Við sjáum hér framleiðina og afborganir lána eru ljósbláa súlan og framleiðin dökkbláa súlan og þið sjáum það áhrifin árið 2008 koma skýrt fram þarna eins og í öllum öðrum sviðsmyndum og síðan standa vonir til þess að áætlanir gera ráð fyrir því að framleiðin fari síðan hægt og rólega að taka við sér aftur og við náum síðan fyrir framleið vonandi sem næst þeirri framleið sem var á 2019 á árinu 2020 en vonandi fyrr. Nú ef við tökum aðeins stöðuna svona og lítum að heildarsamhengið þá gert ráð fyrir að rekstrarniðurstaða ársins 2020 verið neikvæð 78 milljónir króna og það sést hér á súluritinu hér í vinstra megin uppi og 4,7 milljónir á næsta ári og síðan fari reksturinn að skila afgangi á 2022, 3 og 4. Nú síðan hér á súluritinu í vinstra horninu þá sést útsvarsbreytingar, útsvarstekjur milli ára frá 2007 til 2024 og þetta eru breytingar milli ára og þar sést ágætlega, reyndar þetta árið 2021, þetta sennilega vættalega þetta 2,5% útsvarstekjur sem námyndast upp í 3% en við sjáum hér á þessari þróun á milli ára að jafnaði hafa útvarpstekjur hjá Stykkis og Bæ hækkað 5,5% milli ára. Við sjáum þetta mjög sveiflukennt en einungis á tveimur tímabilum hér hafa útvarpstekjur lækkað á milli ára. Það annars vegar á árinu 2020 3% en síðan á árinu 2010 þar sem við lækkuðum 1%. En hér erum við að gera ráð fyrir því að tekjuáætlun verði 3% og erum að halda okkur við það í 2,5% og síðan 3% þar eftir og við það miðað í núverandi fjárhagsáætlun. Og ef við lítum aftur við skuldahlutfall og skuldaviðmið til lengri tíma
þá sést hvernig skuldahlutfallið hefur þróast hjá bænum 2006, 7, 8, 9, síðan náttúrulega hérna í 2008 er svokallað hrun og hafði náttúrulega áhrif til hækkunar á skuldahlutfallinu, fór upp í 190 árið 2010 og jafnt og þétt frá 2010 til 2014 var unnið að því að lækka skuldahlutfallið. Árið 2015 var það komin í 122%, 128, 2016 fór síðan í 144% árið 2017 og þar eru bæði fjárfestingar en einnig færslan og dvalarheimili skipta máli. Nú og síðan 2000 og einnig líka lífeyrisskuldbindingar brú sem kom þar inn líka á 2017. Nú 2018 erum við með sama skuldahlutfall. 2019 fórum við niður í 134, þar sem við ætlum að ná síðan árið 2024 og síðan erum við núna að gera ráð fyrir að við séum núna farin svona nokkunni til þess tíma sem við vorum á árum 2017-18 eða 2013-14 eða hvað tímabili maður vil bera sig saman við. Sennilega betra að bera sig saman við 2018-19 þar sem að þar líkari rekstur dvalarheimili var ekki inn í tölunum 2013-14 en á samanskapi vil ég taka fram að auðvitað komi tekjur líka á móti með hérna dvalarheimilinu. Nú og síðan ef maður fyrir skuldaviðmiðið þá hefur skuldaviðmiðið þróast með þessum hætti, hefur lækkað úr 150% og 153% 2013 og fór jafnt og þétt lækkandi árið 2017 upp í 138%, voru komið niður í þessi 111,5% 2019 með þessum ráðstöfunum núna, lánum og síðan þessi tekjuáætlun sem við gerum ráð fyrir núna, að þá erum við að sjá fyrir okkur 125% og síðan jafnt og þétt niður og aftur reyna að ná svipari stöður við vorum 2019 að lágmarki það. Og þessi græni kassi hér sem sýndur með stjörnumertur, það til þess að vekja athygli á að samkvæmt reglugerð 458/2018 var gerð breyting á útreikningi fjárhagslegu viðmiði, skuldaviðmiði. Breytingi fólst í því að nú má draga veltufjármuni frá heildarskuldum og skuldbindingum í staðinn fyrir að áður mátti draga frá hreint veltufjárrekstri. Þannig að það hafði að segja að það myndast jákvæðari staða á skuldaviðmiði á þessu árum. Nú að lokum svona samantekið í lokin helstu lykiltölur úr fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar, þær eru eftirfarandi. Fjárhagsáætlun aðalsins Stykkishólmsbæjar A-hluti 2021, tekjur alls tæpur 1,4 milljarður, gjöld alls fyrir fjármagnsliði tæpur 1,3 milljarður, rekstrarniðurstaða eiginlega rekstrarniðurstaða A-hluta neikvæð 51 milljón, veltufjárhagur rekstri, þetta einungis A-hluti, veltufjárhagur rekstri 85 milljónir, afborgun langtímalána 143 milljónir, handbært fé í árslok 93 milljónir, B-hlutin, hafnarsjóður hagnaður 7 milljónir, fráveita hagnaður 15 milljónir, 16 milljón tæpar, félagslega íbúðir 2 milljónir, dvalarheimilið að skila 2 milljón krónum í hagnaði sem mjög jákvætt ef áætlunin ná fram að ganga og niðurstaða þjónustuíbúða 3 milljónir. Nú veltufjárhagur rekstri 57 milljónir króna, afborgun langtímalána 18 milljónir. Og ef við þá tökum samstæðuna á B-hluta saman fyrir árið 2021, tekjur alls tæplega 1,8 milljarður króna, gjöld alls 1,6 milljarður, fjármagnsliðir 120 milljónir, rekstrarniðurstaða neikvæð 4,7 milljónir, veltufjárhagur rekstri 140 milljónir, afborgun langtímalána 162 milljónir, handbært fé í árslok 93 milljónir. Takk fyrir góða yfirferð á fjárhagsáætlun bæjarins, Jakob.
Fyrir liggur sameiginleg bókun bæjarstjórnar sem mun lesa upp að loknum umræðum en orðið er laust núna. Lárus, gjörðu svo vel. Forseti, þakka bæjarstjóra fyrir yfirferðina. Það hefði vísu verið gaman að vera búin að fá þessa greinagerð með fundargögnum til þess að rýna þessi í, en við fáum það væntanlega sent núna eftir fundin. Það sem ég vil taka fram í þessari áætlun núna fyrir 2021 og til 2023. Ég ánægður með samstarfið. Ég ánægður með að við erum að nálgast þetta saman. Við erum ekki alltaf sammála en hlutirnir eru ræddir í allri bæjarstjórninni og bæjarráði og það er það sem við þurfum að gera til þess að ná árangri og það er vel. Og þess vegna fagna í því að við skulum skila hérna og skrifa undir sameiginlega bókun í þessu sambandi. Það er dýrmætt. Við erum öll hér kosin til þess að bera ábyrgð og eftir því sem að hlutirnir eru unnir meira í samstarfi því líklegra er að góð niðurstaða náist. Það er nú hins vegar þannig að við í sjálfum sér getum ekkert haft neitt rosalega mikil áhrif á tekjurnar. Við getum fyrst og fremst haft áhrif á útgjöldin og mér finnst, ég merkja það undanfarin ár að það hefur verið markvisst farið í það að ná árangri í rekstrinum og ég hef tekið þátt í því og veigra mig ekkert við því að taka ákvarðanir sem þarf að taka í því. Þvert á móti, ég hvet frekar til þess og það eru liðir eins og sem ég hef verið ósáttur við og þetta er verið að svona pota í þetta. Þegar við tölum skuldahlutföll og alls konar hlutföll þá er þetta náttúrulega búið að vera að breyta útreiknireglum og öðru þannig að það er kannski ekki endilega rétt í samanburðinum. Mér þótti samt væntum að sjá hérna upp á töfluna áðan að sjá hvernig skuldahlutfalli lækkaði hratt 2010 til 2014. Það varð verðbólgan fór upp í hruninu upp í 20% og það húrraði skuldunum náttúrulega upp alveg gríðarlega og úr því að vera að vinna að það við erum að tala á næsta ári 120 milljónir í fjármagnskostnað. Það er til mikils að vinna að lækka skuldir. En núna á þessum tímum þá er þetta mikill línudans á milli þess að halda þjónustustigi, að vera framkvæma uppbyggjandi fyrir samfélagið en jafnframt að vera ábyrg í rekstrinum. Núna er sá tími að við þurfum að vera svolítið djörf og við erum það merkist í þessum áætlunum. Þannig að ég samþykki alla þessar framkvæmdir sem að verið að tala og lántökur. Það fylgir þessu. Það er eins og að mun betri kjör á lánu núna heldur voru. Við vorum að taka lán núna sem að liggur fyrir fundinum þar sem að vextirnir eru 1,37% heima rétt. Það eru tölur sem að hafa aldrei sést áður og eru svona heldur að lækka og það liggur við að sé gaman að taka lán en ég segi það nú kannski sko. Þegar svo nú blessu verðbólgan nefnilega þarna dormandi undir og við ráðum ekkert hana. Við erum að tala skuldir hérna på 2,7 milljarða á 1%. Það getur reiknað út hvað 1% í verðbólgu þýðir fyrir okkur. 1% í verðbólgu. 20 milljónir rúmar eða eitthvað slíkt. Þannig að fyrst og fremst þá fagna ég samvinnunni og ég fagna því að við séum að horfa í hverja krónu og takast á við stöðuna.
Hitt nú svona eins og við sjáum í gegnum árin leikur að tölum og við setjum upp okkar draumsýn hvað varðar framkvæmdaáætlun. Við setjum okkur draumsýn hvað varðar bílíti, hvað varðar útgjaldaáætlun. En ef við stöndum saman, þá munum við ná árangri. Takk. Takk fyrir þetta, Lárus. Það rétt. Það skiptir máli að standa saman, sérstaklega á svona tímum. Fleiri sem vilja taka til máls? Þá borin við tillögum á framkvæmdir og fjárfestingar verði 170 milljónir á árinu 2021, 120 milljónir á árinu 2022, 100 milljónir á árinu 2023 og 100 milljónir á árinu 2024 og að lántökur verði 195 milljónir á árinu 2021 og samtals 285 milljónir á árinu 2022 til 2024 í samræmi við fyrirliggjandi fjárfestingaráætlun. Bæjarstjórn samþykki tillöguna samhljóða. Hver eru samþykki þessu? Og það samþykkt samhljóða. Það var borin upp fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar 2021 og 3 ára fjárhagsáætlun 2022 til 2024. Borin hér upp til atkvæða. Hver eru samþykki þessu? Og það samþykkt samhljóða. Þá ætlum ég að lesa þessa sameiginlegu bókun, allra lista sem sýnir bæjarstjórn. Þetta sem sameiginleg bókun bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar vegna fjárhagsáætlunar. Fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar 2021 og 3 ára áætlun 2022 til 2024 unnin í mikilli og góðri samvinnu allra bæjarfulltrúa og hana hefur myndast þverpólitísk samstaða, þó svo að þeir 3 listar sem standa bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar hafi allir ólíkar áherslur. Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar einhuga í því að leggja áherslu á að draga ekki úr grunnþjónustu, standa vörð fjölskyldur og fyrirtæki og sækja ábyrgð fram með fjárfestingum innviða á sama tíma og unnið að því að ná jafnvægi í rekstri bæjarins. Ljóst að útvarpstekjur og tekjur úr jöfnunarsjóði hafa dregið saman á árinu 2020 vegna COVID-19 heimsfaraldursins frá því sem áætlun ársins gerði ráð fyrir ásamt hluta af þjónustutekjum sveitarfélagsins. Í fjárhagsáætlun Stykkishólmsbæjar tekið mið af þeirri stöðu og því gert ráð fyrir varfærandi nálgun í tekjuáætlun bæjarins á árinu 2021 og árinu 2022 til 2024, bæði hvað varðar skatttekjur og þjónustutekjur og raunsæja útgjaldaáætlun. Óvissa jafnframt með þróun verðbólgu en aukin verðbólga hefur vegna skuldastöðu sveitarfélagsins mikil áhrif á rekstrarniðurstöðu bæjarins. Verkefni bæjarstjórnar á næstunni verður að vinna því að nýta það svigrúm sem til staðar sem best til þess að minnka sem mest langvinnan skaða vegna þeirra aðstæðna sem COVID-19 heimsfaraldurinn hefur haft á efnahagslíf og búskap hins opinbera, fari vel valdar og arðbærar fjárfestingar og skapa svigrúm til eflingar samfélagsins á svæðinu. Til að mæta þeirri stöðu sem myndast hefur á vinnumarkaði hefur bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar horft til mannaflsfrekari framkvæmda við val á fjárfestingum og þannig svara ákalli ríkisstjórnarinnar og atvinnulífs. Í þessu sambandi verður jafnframt horft til að vinnuátaksins Allir vinna í fjárfestingu sveitarfélagsins sem felur í sér heimild til endurgreiðslu virðisaukaskatts ef af aðkeypt vinnu og nefna í því sambandi uppbyggingu nýrra hjúkrunarrýma og stækkun leikskólans í Stykkishólmi. Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar samhuga að Stykkishólmsbæjar gangist ekki undir skuldbindingar sem raski forsendum í rekstri og afkomi til lengri tíma, þrátt fyrir að Alþingi hafa samþykkt í vor að taka tímabundið úr sambandi reglur fjármálastjórn sveitarfélaga, bæði skuldaviðmið og jafnvægisviðmið. Og hverjir geta samþykkt þessa bókun? Og hún samþykkt samhljóða. Það var komið að lið 21 sem tillaga tímabundna niðurfellingu á gatnagerðargjöldum. Vegna sérstakra aðstæðna leggur bæjarstjórn til að veittur verði tímabundið 90% afsláttur eða lækkun samkvæmt 6. grein laga nr. 153 frá 2006 og 7. grein samþykkta gatnagerðargjöld í Stykkishólmsbæ og gatnagerðargjöldum að byggingum íbúðarhúsnæði miðað við gjaldskrá 2021 á tilteknum lóðum í Stykkishólmsbæ og að lækkunarheimildin taki gildi eftir samþykkt bæjarstjórnar til og með 31. desember 2021. Skal umsækjandi greiða 75.000 krónur staðfestingargjald fyrir hverja lóð sem sótt og staðfestingargjald óafturkræft verði umsækjandi úthlutað viðkomandi lóð.
Bæjarráð samþykkti tillögu bæjarstjóra fyrir sitt leyti og leggur til við bæjarstjórn að samþykkja tillöguna. Orðið er laust. Engin kveðið hljóðs. Bæjarstjórn samþykkir tillögu bæjarstjóra. Hver er samþykkið því? Og það er samþykkt samlega. Liður 22. Úthlutun byggðakvóta fyrir 2020 til 2021. Lagt er fram erindi frá atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneyti er varðar skiptingu almennum byggðakvóta vegna fiskveiðiársins 2020 til 2021 ásamt tillögu vegna úthlutunar byggðakvóta. Bæjarráð samþykkti á síðasta fundi sínum tillögu vegna úthlutunar byggðakvóta fyrir fiskveiðiárið tímabilið 2020 til 2021 og lagt er til við bæjarstjórn að samþykkt verði framlögð ályktun eða skilyrði fyrir úthlutun aflamarks í tengslu við byggðakvóta og send atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu. Orðið er laust. Engin kveður sér hljóðs. Bæjarstjórn samþykkir framlögð ályktun og skilyrði fyrir úthlutun aflamarks í tengslu við byggðakvóta og að hún verði send atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu. Hver eru samþykkið þessu? Og það er samþykkt samlega. Liður 23. Lántaka hjá Lánasjóði sveitarfélaga. Í samræmi við samþykktar fjárhagsáætlun 2020 er lagður fyrir bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar til samþykktar lánssamningur ásamt fylgigögnum milli Lánasjóðs sveitarfélaga sem lánveitanda og Stykkishólmsbæjar sem lántaka lán að fjárhæð 30 milljónir hjá Lánasjóði sveitarfélaga e.h.f. Á 622. fundi bæjarráðs samþykkti bæjarráðs lántökuna og lagði til að bæjarstjórn samþykkti hana. Orðið er laust. Engin kveður sér hljóðs. Þá les ég. Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar samþykkir að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að höfuðstól alltaf 30 milljónir með lokagjaldi þann 5. júlí 2035 í samræmi við skilmála að lánasamningi sem lá fyrir á fundinum og sem bæjarstjórnin hafi kynnt sér. Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar samþykkti að taka lán hjá Lánasjóði sveitarfélaga að fjárhæð 30 milljónir króna til tryggingar láninu eða höfuðstól uppgreiðslugjaldi auk vaxta, dráttarvaxta og kostnaðar standa tekjur sveitarfélagsins samanber heimild í 2. málsgrein 68. greinar sveitarstjórnarlaga nr. 138/2011 nánar tiltekið útsvarstekjum sínum og framlögum til sveitarfélagsins úr jöfnunarsjóði sveitarfélaga. Er lánið tekið til fjármögnunar á gatnagerð, framkvæmdir við grunnskóla og endurfjármögnun afborgunar eldri lána sem felur í sér að vera verkefni sem hefur almenna efnahagslega þýðingu samanber 3. grein laga stofnun opinbers hlutafélags Lánasjóð sveitarfélags nr. 150/2006. Jafnframt var Jakob Björgvin Jakobssyni veitt fullt og ótakmarkað umboð til þess fyrir hönd bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar að undirrita lánssamninginn við Lánasjóð sveitarfélaga samanber framangreint sem og til þess að móttaka, undirrita og gefa út og afhenda hvers kyns skjöl, fyrirmæli og tilkynningar sem tengjast lántöku þessari, þar með talið beiðni um útborgun láns. Hver eru samþykkið þessum? Og það er samþykkt samlega. Þá er liður 24. Ályktun aðalfundar bátafélagsins Ægis í Stykkishólmi. Hér er lögð fram ályktun aðalfundar bátafélagsins Ægis í Stykkishólmi. Atvinnu- og nýsköpunarnefnd tók á 5. fundi sínum undir sjónarmið í ályktun bátafélagsins Ægis verði frumvarp sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra veiðar og stjórnun grásleppuveiða óbreytt að lögum er komið í veg fyrir samþjöppun aflaheimilda með því að hver útgerð megi einungis eiga 2% af heildaraflamarki grásleppu. Ennfremur varðandi staðbundið veiðisvæði við grásleppuveiðar er mikilvægt að ávallt sé haft samráð við heimamenn þegar að svæðin eru ákvörðuð. Bæjarráð tekur heils hugar undir ályktun atvinnu- og nýsköpunarnefndar og þau sjónarmið sem fram kom í ályktun aðalfundar bátafélagsins Ægis. Bæjarráð leggur til við bæjarstjórn að staðfesta afgreiðslu bæjarráðs og að afstaða Stykkishólmsbæjar verði send ráðherra og þingmönnum Norðvesturkjördæmis. Orðið er laust. Jakob Geirsson. Forseti.
Fyrir fundurinn liggur fyrir ályktun Bátafélags Ægis og ályktun atvinnu- og nýsköpunarnefndar málið þar sem atvinnu- og nýsköpunarnefnd tók undir þau sjónarmið sem komu fram í ályktun Bátafélags Ægis. Fyrir liggur þá tillaga bæjarráðs að afgreiðslu og til viðbótar við þá afgreiðslu legg ég til að verði dregin fram forsaga málsins enn og aftur og ferill málsins hér hjá bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar og fastanefndum. Einnig þá að minna á afgreiðslu stjórnar Sambands sveitarfélaga á Vesturlandi og haustþings Sambands sveitarfélaga á Vesturlandi mikilvægi þess að nýtt fyrirkomulag taki gildi fyrir upp á næsta fiskveiðiárs og á sama skapi ég að leggja áherslu á að geri tillögu það bæjarstjórn leggi þunga áherslu á að fyrirliggjandi drög að breytingu á lögum um stjórn fiskveiða, þar að veiðistjórn grásleppu, verði tekin til umfjöllunar á Alþingi. Og ef ég les þessa ályktun í heild sinni upp. Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar tekur heils hugar undir ályktun atvinnu- og nýsköpunarnefndar og ályktun aðalfundar Bátafélagsins Ægis í Stykkishólmi. Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar hefur ítrekað bent á nauðsyn þess að gera þurfi breytingar á fyrirkomulagi hrognkelsaveiða, samanber afgreiðslu funda bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar nr. 387, 388, 389 og 391 sem sendar hafa verið sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra og þingmönnum norðvestur kjördæmis ásamt forstjóra Hafrannsóknastofnunar í einhverju tilvikum. Hefur stjórn Sambands sveitarfélaga á Vesturlandi og haustþing Sambands sveitarfélaga á Vesturlandi jafnframt tekið í sama streng, bent á nauðsyn þess að nýtt fyrirkomulag taki gildi fyrir upp á næsta fiskveiðiárs og lagt áherslu á að það sé afar brýnt að Alþingi taki hið fyrsta til umfjöllunar breytingar og fyrirkomulagi hrognkelsaveiðar með það að markmiði að bæta rekstrarumhverfi sjómanna og vinnsla með langtíma hagsmuni greinarinnar að leiðarljósi. Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar leggur þunga áherslu á að fyrirliggjandi drög að breytingu á lögum um veiðar í landhelgi Íslands og lögum um stjórn fiskveiða, veiðistjórn grásleppu í Svega, sem birt var í samráðsgátt stjórnvalda í september 2020, verið lagt fram og tekið til umfjöllunar á Alþingi fyrir áramót og að frumvarpið hljóti jákvæða og skjóta afgreiðslu á yfirstandandi þingi, samanber framangreint og fyrri ályktanir bæjarins. Sjómenn og vinnslur eiga það beinlínis skilið að efnisleg umfjöllun fari fram málið á Alþingi Íslendinga. Efnisleg afstaða sé tekin frumvarpið af kjörnum fulltrúum og eftir atvikum að gerða verði það breytingar á frumvarpinu sem samstaða næstum. Óvissa framtíð veiðanna þurfi að skýra og núverandi ástand sé óviðunandi fyrir sjómenn og vinnslur, þar með talið þá fjölmörgu starfsmenn sem hjá vinnslunum starfa. Og að lokin verður ályktun Stykkishólmsbæjar send sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, atvinnuveganefnd Alþingis og þingmönnum norðvesturkjördæmis ásamt fyrri afgreiðslum og ályktunum bæjarins. Rauði þráðurinn í þessari tillögu einfaldlega sá, svo ég segi það skýrt, að Alþingi taki til umfjöllunar frumvarpið. Eins og ég segi jafnframt hér, sjómenn og vinnslur eiga það skilið að þetta mál sé fjallað á vettvangi Alþingis. Mér finnst það ekki í boði að málið stoppi á einhverjum stað og komist bara ekki á dagskrá þings. En að öðru leyti litlar efnislega viðbætur við það sem að áður hefur verið fjallað á vettvangi bæjarstjórnar, þarna í tillögunni verið að draga fram fyrri ályktanir sveitarfélaga á Vesturlandi sem að leggja áherslu á þetta sama, að taka máli til umfjöllunar fyrir næsta fiskveiðiár og gera breytingar á þessu fyrirkomulagi sem nú
á grásleppuveiðum? Takk fyrir þetta, Jakob. Orðið er laust. Lárus Geirsvall. Forseti, það sem við erum að tala hérna getur haft gríðarleg áhrif á samfélagið okkar og höfnina og mögulega jákvæð en mögulega neikvæð. Við getum alveg hort tilbaka og hort í höfnina okkar og velti fyrir okkur hver hefur þróunin orðið á trillusjómennsku. Við getum líka gagnrýnt það sé bara verið að tala einhverjar, eins og ég hef stundum þurft að taka umræðan og fengið yfir mig, þetta sé bara einhverjar rómantískar útópíur hjá mér að telja rangt að kvótasetja grásleppuna. Ég var nú sjálfur svo heppinn að fara á grásleppu 1982 og það búið að vera stunda grásleppuveiðar við Breiðafjörð 20 ára. Þar hefur Stykkishólmshöfn og Breiðafjörðinu verið helsta grásleppu veiðisvæðið og höfnin okkar alltaf stærsta löndunarhöfn grásleppu. Þannig að það sem að gerist núna í vor var mjög sérstakt og má bara í rauninni vísa beint til óstjórnar ráðherra málaflokksins og ég ætla bara að leyfa mér að gera það. Og ég veit ekki hvort að það var til þess fallið, bara hreinlega til þess að setja meiri pressu á að það var hægt að koma þessum veiðum í kvóta með framsalsrétti sem að ég hef alfarið á móti og hefur komið fram áður í mínu máli. Það sem að var mjög einkennilegt í vor, það var hvernig komið var fram við sjómenn. Ég hef fullan skilning á því að þeir sjómenn sem að mögulega að fá kvóta sem þeir geta þá selt, að þeir mæli með því. Ég velti líka fyrir mér þegar við erum að tala hvað erum við að skoða þegar við erum að ræða saman henni í bæjarstjórn, bara til dæmis þegar við erum að ræða málefni Snæfells og einhverja krónur sem að þar verið að setja inn, þá stíg ég út af fundi. Af því að gjaldkeri Snæfells konan mín og við erum að vitna hérna í ágæta sjómenn, toppfólk alls saman, sem að mæla með þeirri aðferð að fá kvóta með framsalsrétti og geta þá selt sig út úr greininni. Geta líka keypt til sín veiðiheimildir. Þetta mun þýða að það verður mun erfiðara að byrja. Og ég bara hvet okkur öll þess að skoða hver þróunin hefur verið. Sumir af þessum ágætu sjómönnum hafa þegar selt frá sér þorskkvóta. Margir þeirra hafa verið á móti kvótakerfinu þangað til að þetta snýr svona. Ég hef skilning á þessu öll. Mín skoðun hins vegar sú sem að ég vona, ef þetta verður niðurstaðan, að vona að mín skoðun og mín í rauninni það sem ég óttast í þessu sé rangt. Það mun verða samþykkt, það mun verða færri. Þessi peningar sem hafa komið fyrir grásleppuna hafa dreifst mjög víða og það ekkert hægt að tala að þetta sé svo óarbært að sé enginn að fara á grásleppu. Hverjir hafa verið á grásleppu og af hverju hafa verið á grásleppu?
að því stundum hafa komið góð ár, stundum ekki. Þannig bara sjómennskan og hefur verið oft á Íslandi og víðar. Ég man eftir vertíðin hérna 2010 þegar komu 410-15 milljónir hérna í samfélagið. Dreifðust hérna mjög víða, það voru margir bátar. 7 milljónir rúmlega í hafnargjöld. Þannig að þetta svona og ég bara vona að allir þessi þættir verði teknir inn í umræðuna. Ég mun sitja hjá þessu máli og ég mun koma með bókun sem í þessa veru hérna vegna ályktunar atvinnu- og nýsköpunarnefndar og þau sjónarmið sem framkoma í ályktun aðalfundar Bátafélagsins Ægis. Ég vil byrja á því að ítreka fyrir bókun mína varðandi mögulega kvótasetningu grásleppuveiða. Undirritað telur það ekki þjóna hagsmunum Stykkishólms að grásleppuveiða verði kvótasettar með framsalsrétti. Ég fagna því að farið að ræða svæðaskiptingu veiðanna. Í áratugi hefur Breiðafjörðurinn verið helsta veiðisvæði grásleppu við landið og Stykkishólmshöfn sú höfn sem mestum grásleppuafla landað. Áfallið sem var í vor var fyrst og fremst vegna óstjórnar ráðherra málaflokksins mögulega til að geta með auðveldari hætti rökstudd kvótasetningu. Margt var athugavert við hvernig haldið var á málinu á vormánuðum. Bent var á ranga útreikninga varðandi magn í tunnu. Ekki var tekið tillit til afla á sóknareiningu né grásleppuafla í netarali. Þessi röngu útreikningar leiddu til vanmats á stofnstærð. Ég tel ljóst að kvótasetning á grásleppuveiði muni hafa sömu áhrif og önnur kvótasetning í sjávarútvegi. Mun erfiðara verður að hefja útgerð og nýliðun því erfiðari. Kvótahafar munu selja sinn veiðirétt líkt og gerst hefur í öðrum tegundum með tilheyrandi samþjöppun. Ég hef fullan skilning á að Bátafélagið Ægir álykti með kvótasetningu enda gefur það þeim aðilum færi á að selja sinn kvóta. Það er hins vegar efnislega rétt að máli fari til umfjöllunar á Alþingi og treysti því að þar verði jafnframt skoðaðir aðrir möguleikar á stjórn grásleppuveiða en kvótasetning með framsalsrétti. Og undir þetta skrifa ég. Takk. Takk fyrir þetta, Lárus. Orðið er laust. Jakob, verð svo vel. Forseti, það er tvennt. Forseti, það er tvennt sem að mér langar að ávarpa og framsögu bæjarfulltrúa Lárusar Ásmanns Hannessonar. Fyrst vil ég segja í fulla skilning á hans afstöðu. Í þessu máli og það eru skiptar skoðanir á þessu máli og það er eðli lýðræðis að við tökumst, þessi tekist á hvað sé best samfélaginu til heilla og ólíka skoðanir eru þá alltaf þar að baki eða geta verið það og það er hið eðlilegasta mál. En þessi tveir þættir sem ég vildi nefna var það að hann gerði það umtalsefni, að bæjarfulltrúi gerði það umtalsefni að draga meint vanhæfi fram í þessu umræðu og vísaði þó til Bátafélagsins Ægis og sem að ég gerir ráð fyrir að í því félagi séu hugsanlega einhverjir fleiri aðilar heldur einungis grásleppusjómenn en við látum það liggja milli hluta að með sömu rökum þá ætti ríkisstjórnin aldrei að taka mið af neinu sem kemur fram frá samtökum atvinnulífsins, engu sem kemur frá verkalýðshreyfingunni með sömu rökum. Það ætti þá ekki að taka mið af neinum hagsmunasamtökum í nokkru tilliti. Þannig að ég held að þau sjónarmið falla sjálft sig en síðan vil ég taka undir með Lárusi Ásmari Hannessyni bæjarfulltrúa varðandi þá útreikningar
sem að gerða voru athugasemdir við og bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar gerði strax í byrjun maí athugasemdir við og það var eitt af þeim erindum sem að bæjarstjórnin sendi á forstjóra Hafró sérstaklega til þess að benda á það og styðja við þá kröfu sjómanna og vinnsluna að þetta yrði leiðrétt og það var hins vegar gert allt og seint og á þetta var einnig bent á fundi hér í Amtbókasafninu í Stykkishólmi þar sem að grásleppusjómenn funduðu með ráðherra í maí síðastliðnum, 14. maí og strax á þeim fundi gerðu sjómenn athugasemdir við hluta af þessum útreikningum og á þetta var ekki hlustað og það tel ég ekki vera góða stjórnsýslu þegar að hún fer fram með þessum hætti og hlustar ekki heldur bíður og afgreiðir ekki málin á svona máli sem að lá svo beinlis við að taka tillit til því að útreikningarnir voru svo borðliggjandi. Þannig að ég tek til heilshugar undir þessa athugasemd Lárusar sem hann beinir þá að Hafrannsóknastofnun og þeirra útreikningum á afla á þeirri ráðgjöf sem Hafró var með og þá sérstaklega hvað magni tunnu varður og svo framvegis. Enginn hversu hljós. Ég þarf varla að lesa ályktun aftur. En legg fram til samþykktar að ályktun Stykkishólmsbæjar verði send sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, atvinnuveganefnd Alþingis og þingmönnum Norðvesturkjördæmis ásamt fyrri afgreiðslum og ályktun bæjarins. Það er þessi ályktun sem að Jakob las upp fyrir. Hver eru samþykkið þessu? Hver eru á móti? Þá er það liður 25 sem framtíð Breiðafjarðar, samantekt og niðurstöður. Lagt er hér fram erindi frá Breiðafjarðarnefnd þar sem óskað er eftir umsögn bæjarstjórnar Stykkishólmsbæjar vegna greinargerðar sem jafnframt er lögð fram. Framtíð Breiðafjarðar, samantekt og niðurstöður. Atvinnu- og nýsköpunarnefnd Stykkishólmsbæjar fjallaði málið á 5. fundi sínum og er lögð fram bókun nefndarinnar. Bæjarráð tók á síðasta fundi sínum undir umsögn atvinnu- og nýsköpunarnefndar og vísaði umsögnum til staðfestingar í bæjarstjórn. Fyrir fundinum liggur tillaga afgreiðslu og orðið er laust. Gunnar Geirsvæl. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar. Lögðu fram til umræðu og umsagnar samantekt og niðurstöður Breiðafjarðarnefndar framtíð Breiðafjarðar. Ljóst er að mikil vinna býr að baki skýrslunar og ber að þakka fyrir það. Okkur er öllum ljóst að stórbrotið fegurð fjarðarins er aðdráttarafl sem engan þarf að undra. Enda er svæðið eitt sérstæðasta og fegursta svæði veraldar. Öll skref sem snúa að vernd og stýringu þarfnast samvinnu og nauðsynlegt er að skapa sátt það jafnvægi sem þarf til að farsæl niðurstaða nást framtíðarsýn fyrir Breiðafjörð. Að mínu mati hefur sú framtíðarsýn ekki fengist með niðurstöðum Breiðafjarðarnefndar. Til að mynda eru þau sjónarmið úr niðurstöðum nefndarinnar Ramsar, þjóðgarðinn, UNESCO séu til tækifæri til vaxtar og stuðnings við ferðaþjónustu órökstudd. Það er ljóst að bæði Snæfellsnes og Vestfirðir eru umhverfisvottu svæði sem ættu að gefa svæðinu aukið vægi í umhverfislegu tilliti til. Og sú gæðavottun tryggir stöðugar úrbætur í umhverfismálum, samfélagsmálum og stuðlar að aðdráttarafli svæðisins.
Það skortir hins vegar öll rök fyrir því á þessum tímapunkti. Í ljósi mikilvægi Breiðafjarðar hvað atvinnulíf, almenn lífsgæði og frelsi íbúa svæðisins varðar, hvers vegna þörf sé á stefnumörkun fyrir Breiðafjörð í þá átt sem stefnt að niðurstöðum Breiðafjarðarnefndar. Engin brýn þörf á aukinni stýringu og stjórnun svæðisins, enda ekkert sem aðkallandi sem kallar á slík inngrip. Forsendur stofnun þjóðgarða náttúruvernd. Fjölskrúðugt og öflugt atvinnulíf þar í aukahlutverki. Hugmyndir stofnun þjóðgarðs krefst vandlegs undirbúnings og á nýlegum fundi Landverndar af hverju þjóðgarðar á hálendi Íslands góð hugmynd. Kom skýrt í máli Carol Ritchie sem framkvæmdastjóri Europark, samband verndarsvæða í Evrópu, að stofnun þjóðgarða ekki eitthvað sem tekin ákvörðun af yfirvöldum og því þröngu íbúa. Heldur þarf viljinn og frumkvæðið að koma frá íbúum og frá grasrót svæðanna. Þá kom fram í máli hennar að áður en stefnan tekin í átt að þjóðgarði verður að liggja fyrir ákveðnar grundvallarreglur og ná samkomulagi við íbúa svæðanna hver sé sameiginleg sýn þeirra til framtíðar. Ljóst jafnframt að ekki liggur fyrir og hefur í raun ekki verið fjallar hvaða grundvallarreglur eigi að liggja fyrir og hver sé sú sameiginlega sýn sem þurfi að liggja fyrir áður en tekin ákveðin stefna. Ber þar hæst hugsanlegar hömlur á frelsi íbúa svæðisins til athafna í leik og í starfi og áhrif stofnun þjóðgarðs á núverandi atvinnulíf og frumkvöðla framtíðarinnar. Ég vil samt sem áður fagna vilja Breiðafjarðarnefndar til þess að kanna afstöðu íbúa varðandi framtíð Breiðafjarðar. Þá vil ég einnig fagna þeim upplýsingum sem koma fram í samantekt og niðurstöðum Breiðafjarðar framtíð Breiðafjarðar. Ég geri hins vegar alvarlegar athugasemdir við hugtaksnotkun Breiðafjarðarnefndar að samráð hafi átt sér stað til þessa framtíð Breiðafjarðar. Notkun hugtaksins ekki einungis villandi, heldur beinlínis röng. Þetta forsenda fyrir hugtaksnotkuninni að raunverulegt samráð við íbúa hafi farið fram þær leiðir sem felast í niðurstöðum skýrslunnar. Það stenst ekki skoðun að nefna fræðslufundi sem samráðsfund. Enda það ekki í anda samráðs að fundamenn séu ekki meðvitaðir til hvers ætlað að þeim. Ljóst að nefndin hafði ákveðnar leiðir í huga sem endurspeglast í fundagerð nefndarinnar, meðal annars með þeim sérfræðingum málefnið sem vitnað í skýrslunni. Í stað þess að skauta fram hjá því að fjalla efnislega þá kosti sem hefur verið til umræðu hjá nefndinni og endurspeglast í samþykktir framkvæmdaáætlun Breiðafjarðarnefndar, var á umræddu fræðslufundinum nær eingöngu fjallað sérstöðu Breiðafjarðar og þjóðgarðinn Snæfellsjökul. En við íbúar við fjörðinn þekkjum vel til beggja þessara þátta. Var þar á meðal ekki fjallað þær 6 áherslur Breiðafjarðarnefndar sem þarf að hafa í huga við endurskoðun á núverandi löggjöf, sem nefndin hafði þá þegar sent til umhverfisráðherra. Það forsenda þess að hægt að taka málefnalega umræðu framtíð Breiðafjarðar að fjalla sig málefni sem ræðir. Það hver vernd og stýring svæðisins. Breiðafjarðarnefnd skautar fram hjá þeim þáttum á fundunum sem snýr að hugsanlegri vernd, þar sem nefndin hefur ekki myndað sér skýra afstöðu, eða það sem kemur að minnsta kosti fram í skýrslunni. Til þess að hægt sé að ræða málefnið þarf að kafa dýpra í það og segja einfaldlega að Breiðafjörður sé fallegur og sérstæður á heimsvísu. Og því þurfi að velja einhvern af þeim kostum sem nefndin samþykkti árið 2014 að vinna það. Og allir kostirnir hafa enga galla í för með sér, einungis tækifæri, það gefur augaleið að slíkur málflutningur fellur með sjálfan sig. Á 167. fundi Breiðafjarðarnefndar sem var haldinn 4. desember 2018 voru lögð fram drög að breytingum á lögum vernd Breiðafjarðar, þar sem samþykkt var að vinna drög að breytingum áfram. Á 169. fundi Breiðafjarðarnefndar sem haldið var 27. febrúar 2019 voru lögð fram drög að frumvarpi að nýju lögum vernd Breiðafjarðar ásamt greinargerð. Afgreiðsla nefndarinnar var á þá leið að ritar hafa falið að ganga frá drögunum með tilliti til athugasemda og senda á nefndina til yfirlestrar. Þessar breytingar eða þessi drög hafa ekki verið kynnt íbúum svæðisins. Hefði verið eðlilegt í ljósi gagnsæis og málefnalegrar umræðu að kynna á íbúafundum umræddar hugmyndir að breytinga á lögunum. Vil ég á þessum vettvangi hvetja Breiðafjarðarnefnd til þess að birta frumvarp að nýju lögum vernd Breiðafjarðar ásamt greinargerð á heimasíðu nefndarinnar. Þannig íbúar hafi kost á því að kynna sér þær hugmyndir sem þar koma fram. Og lokum vil ég segja það. Það hlutverk bæjarfulltrúa að standa vörð atvinnustarfsemi sem fyrir
og umhverfi sem hvetur fólk með góðar hugmyndir áfram til góðra verka, skapa aðstöðu til nýsköpunar, hvetja þannig áfram frumkvöðla, styðja við nýja starfsemi, skapa hagfellda umgjörð fyrir atvinnulífið. Bæjarfulltrúar eru ekki að vinna því að auka kröfur á atvinnulífið með flækjustigum, takmörkunum og hömlum. Í öllum þessum þáttum er hvergi vikið af kröfunum sjálfbærni. Allir eru sammála það. Að þessu sögðu þá tel ég ekkert í núverandi aðstæðum í samspili manns og náttúru sem kallar á stefnubreytingu á þessum tímapunkti. Líkt og nefndin telur þörf á og hefur stemt á frá árinu 2014, hvorki með stofnun þjóðgarðs, skráningu á Ramsar eða heimsminjaskrá UNESCO. Því styð ég fyrirliggjandi tillögu sem liggur fyrir fundurum. Takk. Takk fyrir þetta, Gunnar. Orðið er laust. Lárus, Stork, er svo vel? Forseti. Það er svolítið sérstakt að standa hérna upp núna syngvoru málinu og annars vegar hvetur bæjarstjórn til þess að máli sem var rætt hérna áðan, það fari til umfjöllunar á Alþingi og svo í næsta máli sem er þetta mál að þá er í rauninni beinlínis verið að slá þá út á borðinu að þetta verði rætt meira. Og það er svolítið sérstök umræða orðin í þessu máli og oft á tíðum í umhverfismálum að því við höfum nú verið í fararbroddi þar. Það hefur verið dapurlegt að fylgjast með umræðinni og mér finnst nú komin á mjög lágt plan að því að við Stykkishólmsbær hefur fram til þessa verið leiðandi, haft gríðarlega metnað og bæjarstjórn hefur meira og minna verið sammála að sækja fram á margan máta. Við getum talað náttúrustofuna, háskólasetrið, við getum talað sorpflokkunina, Earthcheck, tilraun plastpokalaust samfélag og svo fleira og fleira. Núna erum við að ræða hérna framtíð Breiðafjarðar og ofta talað eins og við séum að missa einhverju völd, menn tala hérna við séum að missa völd yfir einhverju, við séum að íþyngja atvinnulífinu og þetta kom allt fram hérna. Hver eru okkar völd? Hvaða völd höfum við í dag? Og mér langar í því samhengi, að því við erum að tala fjörðin okkar, sem hefur hér fætt og alið kynslóðir. Skulum taka nokkur dæmi. Hvernig fór með hörpuskilina til dæmis? Okkar bestu og dýrustu auðlind. Hvaða völd höfðum við þar? Hvernig var hlustað á heimamenn þar? Það var ekkert hlustað á heimamenn. Sjómenn sögðu árum saman, það hefur verið að ganga frá skilinni. Jú, svo tala menn einhverja sýkingu og það getur vel verið að hún hafi verið. En klárlega var búið að ganga svoleiðis á stofninn að það vikti hann allavega verulega til þess að standa á móti þeirri mögulegu sýkingu sem ræðir. 7.000–12.000 tonn voru veit hér á botni Breiðafjarðar. Hver voru völd heimamanna þar? Hvernig var hlustað á heimamenn? Ekki neitt. Nú, mér langar líka að taka í því samhengi. Á hvaða leið er að fara með ígulkerin? Já, á hvaða leið er að fara með ígulkerin? Velti því fyrir ykkur, kynnið ykkur það. Það var að vera að veiða 320 eitthvað tonn fyrir árið síðan eða tveimur. Það var að veiða svona 210 tonn núna. Það er orðin 4–5 leyfi sem eru til þess að veiða ígulkerrogn. Það var bara 1 leyfi sem var hér í heimabæ okkar. Það sem ígulkerri voru nýtt og unnin. 20 manna vinnustaður. Það er ekkert langt síðan að það gekk hér síldin allan fjörðin. Það voru risastór nótaskip hérna upp í kartöflugörðum. Þau tóku niður oftar en einu sinni með tilheyrandi áhættu á umhverfisslys.
hvar voru völd heimamanna þá og hvernig var hlustað á heimamenn? Var það eitthvað? Ég varð ekki var við það. Og þessir bátar drógu meðal annars yfir og sköðuðu atvinnustarfseminni hérna. Þeir eyðilögðu línur hjá Bláskel sem var hérna með bláskeldsræktunni í firðinum. Það fór í málaferli, ég held að þeir hafi ekki haft neitt út úr því. Þannig að það eru fullt af vinklum á þessu, ég er alveg sammála því. En mér finnst og það ekki rétt að blása þetta út af borðinu umræðu lítið eins og Gunnar kemur hérna inn á. Hann kallar eftir meiri umræðu. Ég hins vegar var á fundi það sem var með íbúum. Ég var á fundi hérna sem var með sveitarstjórnarfólki og það ekki verið að taka ákvörðun ef að stofna þjóðgarð eða ekki. Það var að taka ákvörðun viljum við skoða þetta áfram. Og mér finnst það mjög vont að blása út á borðinu að svo stödd. Það getur vel verið að það yrði ef að umræðan færi lengra. En ég ítreka, það mjög sérstakt að á milli mála sé annars vegar að kalla eftir því að eitt málið fari til meiri umfjöllunar og sé tekið það ákvörðun í framhaldi af upplýstri umræðu og svo hins vegar sé þetta blása út á borðinu án meiri umræðu. Við erum hérna með sameiginlega bókun, O-listi og L-listi. Hún á þessa lund. Vegna bókunar atvinnu- og nýsköpunarnefndar sem meirihluti H-lista tók undir á bæjarráðsfundi nr. 622 vilja undirrituð koma eftirfarandi á framfæri. Síðustu áratugi hefur Stykkishólmsbær verið í fararbroddi á sviði umhverfismála og bætt samfélags, sem dæmi má nefna Náttúrustofu Vesturlands, Rannsóknasetur Háskóla Íslands, Bláfáninn, Earthcheck, sorpflokkun og tilraunaverkefni plastpokalaust samfélag. Samkvæmt rannsóknum Ferðamálastofu helsta aðdráttarafl Stykkishólms fegurð bæjarins, umhverfið og náttúran sem laðar fólk hér að. Það vekur því undrun undirritara að nefndin sem hefur verið að vinna gott starf í þágu atvinnu- og nýsköpunarmála skuli án raka vilja blása út á borðinu umræðulaust tillögu Breiðafjarðarnefndar skoðun á möguleikum til umhverfisverndar og sóknar í atvinnutækifærum og nýsköpun. Þessi nálgun brýtur blað í áðurnefndri framsýni ráðamanna í Stykkishólmi. Það þekkt að aukin vernd með tilheyrandi aðdráttarafli svæða hafi skilað miklu til samfélag, þá sérstaklega á síðustu árum. Þá þarf ekki að leita langt yfir skammt en ljóst að þjóðgarðurinn Snæfellsjökull hefur gert mikið fyrir nærsamfélagið. Undirrituð telja að rétt sé að fara að tillögum Breiðafjarðarnefndar og að þeir kostir sem nefndin leggur til verði allir skoðaðir, kynntir og ræddir, þá hægt að taka upplýsta ákvörðun framhaldið. Það lýðræðisleg, fagleg og rétt aðferð. Það hlutverk og skylda bæjarfulltrúa að vera framsýn og taka þau tækifæri sem að þeim rétt til umfjöllunar og gagnrýnar skoðunar með hagsmuni samfélagsins að leiðarljósi. Undirrituð þakka Breiðafjarðarnefnd fagleg og vel unna skýrslu og víðtækt samráð við íbúa og sveitarfélög við Breiðafjörð. Í bókun atvinnu- og nýsköpunarnefndar vara við því að færa íhlutunarvald til alþjóðlegra stofnana. Án þess að vita hvaða vald ræðir eða hvort umrætt vald yfir höfuð þegar á svæðinu, telja undirrituð af samantekt Breiðafjarðarnefndar að dæma að nefndin vill tryggja að yfirráð yfir svæðinu séu á höndum heimamanna. Það skýrist þó ekki nema með frekari umræðu og skoðun allra leiða. Undirrituð telja að skýrsla nefndarinnar hefði átt að fara til umsagnar umhverfis- og náttúruverndarnefndar og félags atvinnulífs í Stykkishólmi. Og undir þetta ritum við, ég, Lárus Hannesson, Haukur Garðarsson og Ragnheiður Harpa Sveinsdóttir. Takk. Takk fyrir þetta, Lárus og Smári. Jakob, gjörðu svo vel.
Forseti, ég vil koma hér upp til þess að bregðast stuttlega við framsögu Lárusar Ásmanns Hannessonar bæjarfulltrúa og þá sérstaklega hvað varðar það að umsögnin ætti að fara til umsagnar í umhverfis- og náttúruverndarnefnd. Getur sjálfu sér, og ég er ekki ósammála því. Ég hefði viljað að þessu umsögn hefði farið sem víðast. En sá tími sem gefinn var hjá Breiðafjarðarnefnd frá nóvember fram til 19. desember þegar að sveitarfélögin er á fullu að vinna að fjárhagsáætlun sveitarfélagsins þegar það er mörg verkefni sem liggja fyrir að gefa svona skamman frest til að bregðast við gerði það verkum að það næst ekki að fara og skipuleggja og ná þessari lýðræðislegu umfjöllun í gegnum allt stjórnkerfi. Og það er hægt að fara, líta til hvernig var þetta í Grundarfirði eða Snæfellsbæ eða Dalabyggð eða Vesturbyggð eða hvar sem á hinu sveitarfélögunum. Hversu margar nefndir náðu að fjalla málið þar. Það fekk þó umfjöllun í atvinnu- og nýsköpunarnefnd einungis vegna frumkvæðis nefndarinnar. Enda var skjalið ekki, enda var þeim ekkert ljóst nefndarmönnum þar að erindið hafi borið sérstaklega til bæjarins, heldur var erindið birt opinberlega. En ég sé ekki hvað hefði skipt máli fyrir nefndina að auka þennan tíma fram í janúar og fá þá ítarlegri svör. En við látum það liggja milli hluta. Ég vildi nefna þetta, en ég er svo sem alveg sammála. Það hefði verið æskilegt að umhverfisnefnd hefði tekið þetta mál til umfjöllunar einn. Nú, varðandi félag atvinnulífs, eða ef ég skildi það rétt að þetta ætti að fara það til umsagnar, þá svo sem tekið bara heilsu undir það ef það var rétt skilið. Ef var það ekki félag atvinnulífs? Jú. En að sjálfsögðu er það þá Breiðafjarðarnefndar að senda erindið á félags atvinnulífs og leita þá samráðs við hagaðila og hagsmunaaðila á svæðinu. Og ég hef ekki hugmynd það hvort að félag atvinnulífs hafi fengið sérstakt erindið ekki. Þannig að ég kannski bendi þá á þessu vettvangi einnig. Nú, rétt þá að þessu hvaða völd höfum við í dag, hjó eftir því. Nú, ég vil segja hvaða hömlur eru í dag frekar. Í öllu því sem kom fram hérna áðan myndi ég segja hafi verið gegnum gangandi verið að lýsa frelsi Breiðafjörð og talandi völd og hugsanlega hvernig á að bregðast við einhverjum skipum sem komi hér til að elta síld eða hvað annað, völd til heimamanna í því sambandi. Ég er með að sjá að er þá bara að fara að banna verðmætasköpun í samfélaginu bara að því að hugsanlega gætu einhver skaði hlotist af. Ég veit ekki hvert að vera að fara með þessu, en það er alveg ljóst að það ekki að þetta færa völd til heimamanna til þess að mismuna heimamunum gagnvart öðru atvinnulífi sem á ekki aðsetur hér á svæðinu. Í svona, sérstaklega þegar við talum þjóðgarð sem er settur á fót samkvæmt lögum. En að sjálfsögðu er þetta hugmyndir svo sem að vera að ræða og miðað við þá bókun sem liggur hér fyrir sem ég hef lesið og liggur fyrir fundinum, þá get ég ekki betur séð en að í þeirri afgreiðslu sé sérstaklega nefnt á þessum tímapunkti. Og þar frá undir götunum eins og þið þekkið og liggur það skjal fyrir fundinum. Og þá að lokum, að því að ég
ætlaði mér svo sem ekki að fara neitt efnislega að frekar í þetta, heldur rétt að vakti athygli mína þessi punktar sem ég er búin að fara hérna yfir. Þá að lokum var þetta hörpuskilina. Og auðvitað er svo umræða og það var mikið áfall fyrir okkar samfélag hér 2023 þegar hörpuskilin fór. Og það má gagnrýna þá Hafrannsóknastofnun eða þá fiskveiðistjórnun sem átti sér það eða þá eins og ef maður ætlar að taka með vísindum og vísindamönnum að þá var það sýking. Ég vil nú hallast að því að treysta vísindum, en hins vegar það grunnþáttur í vísindum, það má gagnrýna vísindin, og það var svo ég vitni til orða með áðan að gagnrýna á Hafró og þeirra vísindastarfar til ráðgjöf og grásleppu, þá það einmitt líka mikilvæg þáttur í vísindasamfélagi að fagna gagnrýni, því að það fleytir okkur áfram þá til framtíðar með betri vísindalega grunn að leiðarljósi í öllum ákvörðunartökum. En að öðru leyti ætla ég ekki að fjalla efnislega um þá tillögu sem fyrir liggur eða þá skýrslu nefndarinnar sérstaklega. Takk fyrir þetta, Jakob. Orðið laust. Lárus Ásmar getur svo vel. Forseti, Jakob Björgvin bæjarstjóri fer hérna yfir ákveðna punkta. Ég vek athygli á því að í punktunum í málunum sem voru undan þá var hvatt til þess að málin væru skoðuð og rædd meira og haldið áfram með þau, en það er ekki í þessu máli á þessum vettvangi allavega. Við förum hérna yfir þetta hver á sinn máta og við stöndum uppi, við vitum okkur vantar svör. Hvernig er best að fá svörin? Það er að halda fram með málið. Halda fram með málið þeim farvegi sem er verið að leggja til, að Breiðafjarðarnefnd leggur til. Og það er náttúrulega bara eins og bæjarstjóri kemur hérna inn á. Af hverju hvarf skelin? Já, ég þekki mjög marga sjómenn sem voru lengi á skel hérna, sjálfur var ég aðeins á skel. Og þeir eru allir á einu máli. Það var búið að ganga svoleiðis á stofninn að mögulega kom einhver sýkill, en þá var stofninn orðinn það veikur að því fór sem fór. Ég ætla bara að segja það alveg blákalt. Þetta er svona, oft verið svona einhver meðvirkni með þessu, en svona bara er þetta í mínum huga. Bæjarstjóri talaði að þessi aðferðafræði sem hefur verið að tala um hérna lýsi frelsi. Frelsi er sjálfum sér ágætt, það er vand með farið, sérstaklega þegar dýrmæta náttúru að ræða. Það er enginn að tala eins og einni umræðinu sem er skaðlegt, eins og það verið bara megi ekki veiða fisk eða megi ekki veiða ígulker eða megi ekki veiða gera hitt þetta. Það er bara ekkert verið að tala um það. Ef að það verður eins og þetta heldur áfram og það verður talað um það, þá mun ég vera fyrstur til þess að stökkva á ykkar bát og segja, heyrðu, nei, við erum ekkert fara lengra með þetta. Þetta bara ekki svona. Þannig að mér finnst við vera að henda frá okkur mögulegri uppbyggingu okkar svæði. Og ég ítreka það sem komum við fram í okkar bókunum varðandi rannsókn meðal ferðamanna og akkur komaðir hingað. Það er náttúrun okkar, og það er svæðið, það er fegur bæjarins og þessi einstaki fjörður. En vonandi höldum við bara áfram að ræða þetta og hver með sínum áherslum, en ég ætla allavega að frábíða með því að menn séu bara með upprópanir eins og sést í umræðinni. Það eru bara blýantsnagarar og það eru öfgafólk og kommunistar og eitthvað slíkt sem betur fer ekki hér á þessu vettvangi, og það er bara gott og við höldum því þannig, ég veit það. En nýtum tækifærin. Takk. Takk fyrir þetta, Lárus Ásmar. Orðið er laust. Haukur Gerðsson.
forseti. Ég verð að viðurkenna það þegar ég fór á fundinn sem að Breiðafjarðarnefnd hélt, þá vissi ég algjörlega ekkert um þetta mál og þegar orðið Ramsar var sagt þá sagði ég, ég hef aldrei heyrt það. Og ástandið er þannig að það voru kannski fleiri sem hefðu aldrei heyrt Ramsar. Ég fylgdist með þeirri umræðu og ég er ánægður með það hvað íbúar Stykkishólmsbæjar koma fram með sín sjónarmið og þau sjónarmið skipta verulega miklu máli. Ég tek að einhverju leyti undir þau sjónarmið og þetta á við hóp af fólki. En mér finnst alveg augljóst að það er risastórt tækifæri líka sem við verðum að skoða. Og mér finnst skrítið hvað menn hafa einhvern veginn tekið þessa umræðu í hæstu hæðir og skotið henni í kaf án þess að vilja skoða hana. Og ég vil líka taka hérna annað mál sem er ekki óskylt, að það er umræða þangverksmiðju sem fór líka hér í hæstu hæðir og menn voru með alls kyns skot á það að þetta var ómögulegt. Og okkur bar svo lukka til að taka það mál, fá fólk að borðinu, ræða það, vera með upplýsingar, vera upplýst, klára þá umræðu og setja einhverja sátt hérna sem ég held að sé. Ég hef ekki heyrt neitt tala illa þá niðurstöðu sem kom þá. Og svo er náttúrulega núna verið að koma með ýmis skot sem að Lárus minntist á og menn jafnvel segja að það sé verið að leggja þetta til svo sé þetta að stoppa þangverksmiðjuna. Það er skýrt að vera bæjarfulltrúi í þeirri stöðu að segja já, sláum til, ferum í þangverksmiðju, já, sláum til og bönnum þetta, tökum upp hérna Ramsar og bönnum þangverksmiðju. En það snýst ekkit um það. Það er ekkit að banna þangslátt með þessu. Og við þurfum að fá þessar upplýsingar fram, en við þurfum líka að koma fram með áhyggjur okkar. Og það höfum við gert. Og ég vil líka taka fram með hvernig Breiðafjarðarnefnd hefur komið fram með þetta. Þeir koma mjög snemma fram með þetta. Það verður að koma til fólksins og spyrja hvað finnst ykkur um þetta. Það er rétt, við höfum ekki fengið nákvæmlega að vita kosti þess að fara í þetta. Það er alveg klárt mál. Það skín í kosti, þetta getur verið risastórt, en það er erfitt kannski að setja puttana á núna. Og það er dýrt að fá puttana á það. En það eru niðurstöður nefndarinnar þannig að þau leggja til að skoða málið, eins og Lárus kom inn á það. Að við tökum og skoðum 3 möguleika. Og það er meira sagt að það hefur verið greint og það verið kynnt fyrir íbúum. Þannig að það þarf að koma tilbaka til íbúa og þá hefur kannski meiri upplýsingar til að taka einhverja ákvörðun. Og mér finnst svolítið vegið að Breiðafjarðarnefndinni með þetta, að hún sé ekki að sýna þetta spilin, að hún sé ekki að vinna þetta heillundum, að það sé ekki í samráð. Og við erum að segja, við erum að byrja þetta samráð. Þau bjóða upp í dansi, við erum að kynna þessar upplýsingar og ástandið er náttúrulega þannig núna, við fáum að koma með umsagnir. Þær umsagnir fara í þessa skýrslu og fara þá til umhverfismálaráðherra. Það er tekið til þeirra, það er stór hluti af því sem kemur tilbaka og verður notað í þeirri vinnu sem fylgir því. Það er alveg ljóst að það er áhyggjur sem við höfum, eins og Lárus sagði líka, að hann er í fyrstum ára stökkum borð, ég myndi gera það líka ef að hagsmunir okkar yrðu verri við stofnun þjóðgarðs, Ramsar eða UNESCO. Og það er vert að hafa þau í huga með þessa 3 möguleika og það er þeir 4. möguleiki líka sem er þarna sem er að endurskoða lög Breiðafjarðarnefndar. Og það er svona talið minnsti í möguleikin en er kannski ekki lítill heldur og verður kannski að gera. Þetta eru 25 ára gömul lög ef ég man rétt. Þannig að það skiptir mjög miklu máli. En það er vert að hafa það í huga samt að greina Ramsar mun taka langan tíma. Það tekur líklega 2-4 ára að fara í Ramsar og af því að það er kannski einfaldasta formið og ástandið á fyrirnum með þannig að það þarf ekki að gera neitt, eða mjög líklega ekki. Ef menn tala að fara í þjóðgarð, þá tekur mjög langan tíma að stofna þjóðgarð, fara í hvað reglu viljum hafa sem verður að snúa að okkar þörfum líka. Og UNESCO, hvað er þetta 15-20 ár? Það tekur svo langan tíma að sanna að við höfum eitthvað sem er sérstakt og það er mjög mikið mál. Og við erum aðtöðu það að UNESCO verndar menningu. Stór hluti af því, hver er okkar menning? Er það ekki að nýta fjörðinn? Og er það ekki að stærsta sem við leggjum fram og segja, þetta er það sem við gerum, svona viljum við hafa þetta.
En allan að mín afstæð er sú að ég skil það sem er að koma fram og ég met það sem að íbúar hafa komið fram. Ég hef ekki nógu miklar upplýsingar til að taka afstöðu með neinum af þessum kostum og ég hef ekki nógu miklar upplýsingar til að taka afstöðu á móti neinum af þessum kostum. En ég sé tvímælalaust tækifæri í þessum kostum og það að ræða þá ekki finnst mér mjög, hvað að segja, missed opportunity ef ég má sletta hérna. Þannig að ég get ekki samþykkað svona eins og þetta er lagt til. En það er rétt sem að tala það var stuttur frestur á þessu og það er líka til möguleikar í þeirri stöðu. Það er náttúrulega að biðja frest hjá Breiðafjarðarnefnd og fá að fara með þetta til umhverfisnefndar og umhverfis- og náttúruverndarnefndar. Og hitt er að það er hægt að biðja umhverfis- og náttúruverndarnefnd að koma eigin umsögn og senda inn sem myndi þá líka birtast í þessu eins og annað sem hefur verið gert. Þannig að ég ætla að leggja það til að umhverfisnefnd verði beðin að koma eigin umsögn í þessu máli og við þá kosum það eftir. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Haukur. Gjörðu svo vel. Forseti, ég ætla nú ekki að taka hérna mikið þátt í þessum umræðum, en kannski svona fannst ég þurfa að ávarpa eitt eða tvö atriði. Ég hérna það fer allt eftir tíma og hvernig stendur á hjá umhverfis- og náttúruverndarnefnd. Ég hef ekkert upplýsingur um það. Þeir getur náttúrulega sem íbúar sent náttúrulega umsagnir sjálfur en best væri að þeir næði þá þessari umsögn sjálfur og það var eins og er gert ráð fyrir í þessari tillögu og ég gera það tillögu minni þarna til viðbótar við núverandi tillögu að bæjarstjóra veri falið í samráði við bæjarfulltrúa að senda viðbótar umsögn ef þurfa þykir stendur. Hugsanlega geti það verið þá hægt að nota það ef umhverfis- og náttúruverndarnefnd hafi tök á því að funda málið. Nú 19. er á laugardaginn. Það þyrfti þá að hafa hraðar hendur til að fylgja þá fundarsköpum samkvæmt erindisbréfi nefndarinnar því það þarf að boða fundi þá með það þarf eiginlega að gerast á morgun hinn eða hinn til að það nást inn svona, en það er aldrei að vita. Aldrei að vita hvort að það næst. En eitt sem ég langar að gera, ég ætla ekki að fara inn í efnisinnihald þessari skýrslu eða þá þessu umræðu beint sem að mér finnst bara ágætt og málefnaleg og ég bara fagna málefnalegri umfjöllun þetta mál eins og öll önnur mál. En ég held ef ég leyfi mér að segja að þetta að minnsta kosti að ég skil alveg hvaðan Haukur er að koma og ég skil einnig hvaðan bæjarfulltrúi Lárus Ásmar og bæjarfulltrúi Haukur Garðarsson hvaðan þeir eru að koma. Og þá sérstaklega hvað varðar það í málflutningi Hauks Garðarssonar bæjarfulltrúa að hann hafi ekki nægar forsendur til þess að taka afstöðu í málinu. Ég held að það sé kannski svolítið rétt það sem hann er að segja. En á sama skapi má segja að það sé svolítið kannski mistök Breiðafjarðarnefndar að setja málið upp með þessum hætti. En hins vegar vil ég taka skýrt fram að ég fagna þessu frumkvæði Breiðafjarðarnefndar að hafa vilja því að það er nú ekkert smáatriði að fara hér allan fjörðinn og ræða við öll sveitarfélög og ræða við alla íbúa.
það er virðingarvert af þeim að fara í þessa vegferð. Og auðvitað getur ekki allt verið fullkomið í öllu sem við gerum og það er allir að vinna heilindum, ég ger ekki ráð fyrir öðru. En það hefði verið að mínum að eftir og auðvitað getum að staði hér og bent á einhvað sem betur mátti fara, það er alltaf þannig. En hefði verið að mínu mati heppilegra á því leitinu tekið örlítið undir ef ég náði rétt í ávarpi Gunnars Ásgeirssonar var bæjarfulltrúa, ég máli hans hér áðan þegar hann fór yfir stöðuna og hans sýn á hlutina hvað varðar þær upplýsingar sem að fundamenn fengum áttu að gera ráð fyrir þegar á íbúafundunum sjálfum. Ég trúi því persónulega og sjálfur sem ef lýsi mér persónulega skoðun, ég held að máli hefði snúið kannski örlítið öðruvísi við ef að íbúafundinir hefði snúist þessar 4 leiðir sem búið að vera stefnuskrá Breiðafjarðarnefndar síðan 2014. Það liggur svo sem alveg ljóst fyrir. Það er ekki að efast það. Það liggur fyrir fundargerð og verndaráætlun og það er allt í lagi. Ég finnst kannski er að mistök nefndarinnar hafa verið að vera allt og víð. En það kannski kemur út sem galli núna í þessu tilviki þegar við þurftum að fá umræðu þessi 4 mál. Lög um vernd Breiðafjarðar, þá fjalla þá kannski þessa ósk Breiðafjarðarnefndar til ráðherra breytingar á lögum og þessar 6 áherslur sem þeir leggja þar fram. Það er til dæmis lagt fram að ráðherra getur gert reglugerð og refsi ákvað annað sem ég tel að íbúar hefðu örugglega haft mjög mikið gagn af að ræða þá sérstaklega. Ég verður að segja að mér varst áhugaverður punktur sem kom fram jafnframt í máli Gunnars Ásgeirssonar hér áðan bæjarfulltrúa að það liggja fyrir drög að frumvarpi að nýjum lögum vernd Breiðafjarðar og greinargerð. Ef það liggur fyrir og ef það sé rétt, þá tel ég að það hefði hjálpað mikið til í umræðinu bara að fá það fram ef það liggur fyrir, að sjálfsögðu. En fundinir hugsanlega gallir við þessa kynningafundi, þessa fræðslufundi var að mínum að þið sá að það hefði átt að minnka umræðu kynningu á Breiðafirði sem er eins og frábær kynning. En efnislega vita íbúi fjörðin hvaða demant við erum með í höndunum hérna. Og við þurfum, ég held að íbúar hefði ekki þurft jafnvel kynningu á þá landslagi Breiðafjarðar. Þeir hefðu einfaldlega getað lesið verndaráætlun Breiðafjarðar frá 2014 því þetta stendur allt þar í inngangnum. Og fara þá beint í málefni og fjallum það. Ef það hefði verið gert, þá hefði bæjarfulltrúi Haukur Garðarsson getað staðið hérna og vitað aðeins meira. Og það hefði hjálpað umræðinni, myndi ég halda. En að þessu sögðu þá bara fagna ég þessu umræðu, hún er góð, það er gott að taka málefni umræðu og ég fagna henni nú sem vendra nær. Takk fyrir þetta, Jakob. Fleiri sem vilja taka til máls? Ef svo er ekki. Jakob hefur beðið fundarhlé.
Já, forseti, það eru fulltrúar. Ég vil byrja á að taka undir með tillögu Hauks og við erum ánægð með hana og munum samþykkja hana því að það er ýmislegt í henni sem að rýmkar til fyrir hlutum og getur svarað spurningum í framhaldinu. En einnig viljum við koma með eftirfarandi bókun sem andsvar við bókun, sameiginlegri bókun Ella og Hollista, og bókunin er svohljóðandi. Í fyrirliggjandi ályktun er verið að leggja áherslu á að á þessum tímapunkti sé ekkert sem kalli á þá stefnu sem að lagt var upp með í niðurstöðu skýrslunnar, ef frá er talið endurskoðun á lögum, eins og fyrirliggjandi afgreiðsla gerir ráð fyrir. Í þessu sambandi bendum við á að það er hlutverk bæjarfulltrúa að standa vörð þá atvinnustarfsemi sem fyrir hendi er og umhverfi sem hvetur fólk með góðar hugmyndir áfram til góðra verka. Skapa aðstæður til nýsköpunar og hvetja þannig áfram frumkvöðla, styðja við nýja starfsemi og skapa hagfellda umgjörð fyrir atvinnulífið. Bæjarfulltrúar eiga ekki að vinna að því að auka kröfur á atvinnulífið með flækjustjórn, takmörkunum eða hömlunum. Í öllum þessum þáttum er hvergi vikið af kröfunni sjálfbærni. Henni eru allir sammála Og undir þetta ritum við Hrafnhildur Hallvarðsdóttir, Gunnlaugur Smárason, Gunnar Ásgeirsson og Steinunn Magnúsdóttir. Takk fyrir þetta, Steinunn. Orðið er laust. Þá göngum við til atkvæðagreiðslu og ég les upp tillögu til afgreiðslu. Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar er sammála Breiðafjarðarnefnd að Breiðafjörður er einstakt svæði. Breiðafjörður er sannkölluð auðlind, hvort sem litið er til nytja, sérstæðrar náttúru eða fegurðar. Fjörðurinn hefur undirstaða mannlífs í gegnum aldirnar og mun verða það áfram með ókomna tíð. Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar leggur áherslu á mikilvægi þess og í raun nauðsyn að vanda sig til verka þegar jafn stórt og mikilvægt mál er að ræða sem framtíðarsýn fyrir Breiðafjörð og hugsanlega takmarkanir á frelsi íbúa og fyrirtækja til athafna og nýtingar þeirra auðlinda sem Breiðafjörður býr yfir. Með sjálfbærni að leiðarljósi umfram þær takmarkanir sem gildandi lög og reglur kveða á Breiðafjörður hefur gegnt mikilvægu hlutverki í gegnum aldirnar sem fjöregg okkar heimamanna og gullkista þjóðarinnar, ein af undirstöðum atvinnulífs á svæðinu og þar með grunnþáttur samfélagsins, velmegunar þess og afkomu. Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar telur að það sé ekkert í núverandi aðstæðum í samspili manns og náttúru sem kalli á stefnubreytingu á þessum tímapunkti, líkt og nefndin telur þörf á og hefur stefnt að frá árinu 2014, hvorki við stofnun þjóðgarðs, skráningssvæðisins sem Ramsar-svæði og eða á heimsminjaskrá menningarmálastofnunar Sameinuðu þjóðanna eða UNESCO. Með vísan til framarítast tekur Bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar heils hugar undir ályktun atvinnu- og nýsköpunarnefndar Stykkishólmsbæjar. Bæjarstjórn felur bæjarstjóra í samráði við bæjarfulltrúa að senda viðbótar umsögn ef tilefni til. Hverjir samþykkja þessa tillögu? Það eru 4. Hverjir eru á móti? Það eru 3. Tillaga Hauks. Ég er ekki með hana. Einhver leggur til að umhverfis- og auðlinda- umhverfis- og náttúruverndarnefnd komi með umsögn samantekt og niðurstöður Breiðafjarðarnefndar fram til Breiðafjarðar, samantekt fram til Breiðafjarðarnefndar, Breiðafjarðar. Rétt á það. Þetta er lagið var. Hverjir samþykkja þessa tillögu? Og við samþykkja samhljóða. Ná er þessu þór.
komin með það. Já, gjörðu svo vel. Forseti, ég vil þó gera þann fyrirvara á þeirri tillögu sem var samþykkt fyrir hönd þá umhverfis- og náttúruverndarnefndar að þeir hafi kost á því að funda fyrir 19. desember, því að það er kannski ekki hægt að ætlast til þeim að þeir fundi nema þeir hafi tök á. Þannig að ég vil kannski að bæjarfulltrúar séu meðvitaðir þá þann fyrirvara í þessari afgreiðslu. Ég held að auðvitað er henni kappkosta ef að þeir hafa tök á að funda. Takk fyrir það, Jakob. Þá haldum við áfram, dagskrá. Við erum komin að lið 26, óskum... Já, samhliða. Lið 26, óskum laustur á störfum sem bæjarfulltrúi. Hér er lagt fram erindi frá Þóru Stefánsdóttur bæjarfulltrúa þar sem hún óskar eftir laustur á störfum sem bæjarfulltrúi í bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar. Bæjarstjórn veiti bæjarfulltrúa Þóru Stefánsdóttur laustur á störfum í bæjarstjórn frá og með fundi bæjarstjórnar 10. desember 2020. Ásmundur Sigurjón Guðmundsson tekur sæti sem aðalmaður í bæjarstjórn Stykkishólmsbæjar frá og með sama tíma. Hverjir samþykkja þetta? Það er samþykkt samhliða. Og hér er lesið bókun bæjarstjórnar. Bæjarstjóri og starfsfólk Stykkishólmsbæjar færi Þóru Stefánsdóttur bestu þakkir fyrir framlag hennar til Stykkishólmsbæjar til samfélagsfyrirgeði og ánægjulegt og gott samstarf. Hverjir samþykkja þessa bókun? Það er samþykkt samhliða. Liður 27. Fundaráætlun bæjarstjórnar og bæjarráðs frá janúar til júní 2021 til framlögð. Bæjarráð samþykkir fundaráætlun bæjarstjórnar og bæjarráðs fyrir janúar til júní 2021 og vísar henni til staðfestingar í bæjarstjórn. Orðið er laust. Bæjarstjórn staðfestir fundaráætlun bæjarstjórnar og bæjarráðs frá janúar til júní 2021. Hver er samþykkir því? Það er samþykkt samhliða. Þá komum að lið 28 sem er heilsuefling eldri borgara í Stykkishólmi. Lagt er til að bæjarstjórn samþykki í samræmi við framlagða greinargerð að Stykkishólmsbær styðji við eflingu heilsu og velferð eldra fólks með því að styrkja íbúa 67 ára og eldri árskort í Sund árið 2021 og 2022. Orðið er laust. Gunnlaugur Geirsson. Ágæti forseti og fundarmenn. Mér langaði bara svona að fara aðeins yfir þetta, hversu mikilvægt þetta er fyrir okkur að halda þessum hópi jafnframt og öðrum hópum í hreyfingu og stuðlaði henni. Við höfum verið að gera mjög vel með heilsueflingu 60 ára pluss. Og þegar samkomubanni var þá náttúrulega lokaði íþróttamiðstöðin og þessi hópur einhvern veginn svona, átti erfitt með að stunda sínu við því en það er nú gaman að segja frá því að þjálfararnir, þau Gísli og Gunnhildur, þau dóu nú ekki ráðalaus og útbjuggu myndbönd fyrir heilsueflinguna og þannig að þau náðu að halda áfram sinni starfsemi og ég get vottað það að það eru töluvert margir búnir að horfa á þessi myndbönd og þannig að ég bara vil hrósa þeim fyrir það framtak og einnig bara að hvetja okkur áfram að hugsa vel um þennan hóp. Takk fyrir þetta, Gunnlaugur. Orðið er laust. Enginn hver sér ljós. Bæjarstjórn samþykkir samhljóða að Stykkishólmsbær styðji við eflingu heilsu og velferð eldra fólks með því að styrkja íbúa 67 ára eldri árskort í Sund árið 2021. Hver er samþykkið þessu? Og það er samþykkt samhljóða.
Hér er framleiðið minnispunkt til bæjarstjóra. Bæjarstjóri gerir grein fyrir minnispunkt og gerðu svo Jakob. Forseti, ágætu bæjarfulltrúar, stutt síðan síðasti fundur var haldinn og minnispunktarnir eru þá í styttri kantinum til samræmis við það. En í öflugu sveitarfélagi eins og Stykkishólmur þá er margt í gangi á mörgum vígstöðum, þannig að það er svo sem alltaf hægt að vera, það gæti svo sem verið minnisbót bæjarstjóra hverjum degi. En það yrði tiltölulega óvinsælt, myndi ég halda, af mörgum ástæðum, sérstaklega vegna þess að sem minnisbótar eru stundum ívið langir. En ef ég fer svona yfir helstu minnispunkta bæjarstjóra fyrir desembermánuð, þá er það fyrst að segja frá því að í minnispunktu bæjarstjóra frá síðasta fundi var greint frá skemmtilegu verki þjónustumiðstöðvar sem að nokkur leynd hafði hvílt yfir. Verkið var afhjúpað þegar ljósin voru tendruð á jólatríinu í Hólmgarði, þriðjudaginn 1. desember síðastliðinn. Bjúgnakrækir afhenti þá börnum Stykkishólmsbæjar sleða sem nú stendur í Hólmgarði, auk sleðans er þar einnig stór mynd af jólasveini, hreindýri og snjókarli, þar sem tilvalið er að taka skemmtilega myndir af börnunum fyrir jólin. Og ég vil aftur hrósa starfsmönnum þjónustumiðstöðvar og sérstaklega verkstjóra í þjónustumiðstöð fyrir hans framlag til þessa verkefnis. Tekna voru pröfuhólur í Maðkavík í byrjun mánaðarins í tengslum við framlengingu útrásar eða þá fyrsta hluta þá í þeirri framkvæmd eins og hefur verið til umræðu á vettvangi bæjarráðs. Og kannski bæta því við hér að þær niðurstöður gáfu jákvæða niðurstöður, þá jákvæðara hvað varðar kostnaðarþáttinn í þessari framkvæmd. En þetta er enn í vinnslu og undirbúningi. Handbók Snæfellsness er komin út og henni var dreift inn á öll heimil á Snæfellsnesi í byrjun mánaðar. Handbókin er gefin út af svæðisgarðum Snæfellsness og hefur að geyma upplýsingar viðburði allt Snæfellsnes á aðvendunni með fyrirvara sóttvarnar aðgerðir. Í handbókinni er einnig að finna fjöldan allan af jólagjafuhugmyndum sem versla má í okkar nærumhverfi. Og það sem er þá megin línan í því er að hvetja íbúa Snæfellsnesi til þess að versla í heimabyggð, og í heimabyggð er átt við allt Snæfellsnes. Samhliða bókinni var einnig sett upp vefsíða þar sem að viðburðarhald er uppfært eftir þörfum. Slóðin á síðuna er aðventa.snæfellsnes.is. Eins og kom fram í minnispunktum hér áður á síðasta bæjarstjórnarfundi, þá átti ferðamála, iðnar og nýsköpunarráðherra fund með fulltrúum Stykkishólmsbæjar þann 28. október síðastliðinn aðkomu stjórnvalda að innviða fjárfestingu með tillit til jafns aðgengis að orku. Þann 14. desember næstkomandi hefur ráðuneytið boðað framhaldsfund þar sem farið verði yfir stöðu mála og næstu skref. Vegna anna hjá ráðherra hefur hún ekki tök á að sitja fundinn að þessu sinni, en Yngvi Már skrifstofustjóri og Ólafur Teitur aðstofamaður ráðherra sitja fundinn þess í stað, auk fulltrúa Stykkishólmsbæjar. Næstkomandi laugardag, 12. desember, verður jólalest tónlistarskóla Stykkishólms á ferðinni. Lestin stoppar á völdum stöðum þar sem nemendur tónlistarskólans flytja jólalög. Fjörið byrjar á nokkrum jólalögum fyrir utan dvalarheimilið klukkan 15:30, 3:30 á laugardaginn. Þar að auki stoppa lestin fyrir utan Norska húsið og svo verslun Skipavíkur. Lestin ekur á gönguhraða og því tilvalið að ganga með og taka þátt í gleðinni.
og hér með hvatt til þess bæði bæjarfulltrúa sem hér sitja og þá starfsmenn sem hér sitja og bæjarbúa alla. Hver veit nema jólasveinar sláist með í för, en íbúar, bæjarfulltrúa og starfsmenn sveitarfélagsins, sem eru sjálfsagt líka íbúar, eru auðvitað myndir á sóttvarnareglur. Opnað hefur verið fyrir umsóknir í list- og menningarsjóð Stykkishólmsbæjar. Samkvæmt reglum sjóðsins hlutverk hans meðal annars að styðja og styrkja lista- og menningarstarfi Stykkishólms og hvetja til nýsköpunar á sviði lista og menninga. Styðja við útgáfustarfsemi og viðburði varðar sögu, menningu og atvinnuhætti bæjarins. Styðja við varðveislu menningarminja. Umsóknum skal skilað á skrifstofu Stykkishólmsbæjar eða á netfangi stykkishólmur@stykkishólmur.is fyrir 4. janúar næstkomandi og tekur stjórn list- og menningarsjóðs ákvörðun 7. janúar 2021, en í stjórn sitja oddvitar allra lista í bæjarstjórn. Sundlaug Stykkishólms opnaði á ný í morgun þegar nýjar sóttvarnareglur tóku gildi. Fyrirkomulag skólahalds helst að mestu óbreytt með nýjum reglum, en þó verða ákvæði blöndun og hámarksfjölda leikskólabarna felld niður. Í ljósi þess að geta öll leikskólabörn í Stykkishólmi til dæmis hist í sal leikskólans og haldi saman Litlujólin. Auk þess að vinna að endurbótum á eignum Stykkishólmsbæjar kappkosta starfsmenn þjónustumiðstofu þessa dagana við að auka við jólaskaut bæjarins og lagfæra það sem orðið hefur rokinu að bráð. Eins og glöggir hólmarar hafa tekið eftir jólastjarnan á Bókluðstíg komin upp og nú með nýrri og betri jólaserju sem sést úr öllum áttum. Ár hvert bíða hólmarar óþrifullir eftir að sjá stjörnuna skína yfir bænum og telja margir hlutverk hennar ekki síður mikilvægra heldur en hlutverk jólasveina í aðdraganda jólana. Félagsmiðstöðin Exit hefur verið með rafrænar opnanir meðan á lokun stóð vegna COVID-19 faraldursins, en ungmenni hafa bæði fengið fræðslu gegnum Teams og nýtt sér forrit til að fara saman í leiki. Eftir afléttingu opið með bekkjarskiptum, opnunum og setrið nýtt eftir þörfum til að auka plássið. Í samstarfi við grunnskólan var keyptur fyrirlestur frá Begga Ólafs fyrir efstu bekki grunnskólans sem snýr að líðan og viðbrögðum fyrir ungt fólk á tímum COVID-19 faraldursins. Nú eins og fram hefur komið á þessum fundi og farið yfir hér meðal annars í máli Gunnlaugar Smárasonar bæjarfulltrúa og Lárus Ásmanns Hannessonar bæjarfulltrúa og samþykkt var hér á fundunum fyrr á fundunum. Þá til skoðun og umræðu leiðir vegna uppsetningar og aðstöðu fyrir rafíþróttir. Ljóst að búnaðurinn getur verið nokkuð dýr og því vert að skoða samnýtingu sem flestum til framtíðar. Sá hópur fer stækkandi sem spila tölvuleiki og því mikilvægt að huga þessum hópi til framtíðar til að efla félagslega virkni. Takk fyrir þetta, Jakob. Orðið laust minnispunkt á bæjarstjóra. Nú það kveður sér engin ljós. Þá svona komið að loka þessar fundar og fá að fara aðeins í punktu hvis þetta er búið. Ég gerði það við glemdi ekki svona vegna sóttvarna. Mér láðist, og ég ætla að biðja afsökunar á því, mér láðist að bjóða velkomna að nýja bæjarstjórnarfulltrúa Gunnar Óskarsson og Ragnheiði Hörpu Sveinsdóttur upphafundar og þakka ykkur fyrir fyrsta fundin ykkar. Takk fyrir það fund sem var einstaklega áhugaverður og gaman hvað við erum ósammála og sammála að vera sammála á alls konar og ég saknaði þess, ég var að hlusta á Jakob, ég saknaði þess að nú fæ ég ekkert að vera með neina ræðu jólatri. Ég hef kannski bara að fara með gömlu ræðina, bara svona til þess að halda henni við, þetta er svona eins og jóla, hvað heitir þetta, guðspjallið sem alltaf lesa á jólum, gera það kannski næst. En þetta er síðasti bæjarstjórnarfundur fyrir jól, eftir þennan fund erum við sem komin í jólafrí, bæjarstjórn, og ég bara minni ykkur náttúrulega á
fara eftir sóttvarnareglum og vera heima í jólabúblunu, 10 manna jólabúblunu, vonandi eigið ánægjuleg jól og þakka fyrir góðan fund og slít fundi klukkan 20:13. Takk.